Gleðilegan febrúar. Febrúar. Nýr mánuður. Hver á febrúarin? Hver á febrúarin? Já. Valentínus. Já, Valentínus. Nei, ég er alveg búin að gleyma stjörnumerkinu. Já, það er Vasperi. Vasperi, takk. Benedikt á afmæli þessu mánuði. Já. Eða næstu viku. Hann á afmæli næstu viku. Ertu búin að velja afmælisgjöf? Nei, hann er ógeðslega erfiður. Gaurar eru ógeðslega erfiðir. Já, ég er líka nýbúin að kaupa hann á jólagjöf, sko. Ég veit, þetta er alveg smá kriminal tími, sko. Ég veit það. Jail. Hræðilegt. Jail time. Skárra en janúar, samt. True. En vissulega hræðilegt. Ég Já. bara veit ekkert hvað ég ekki á hann. Nei, ég afmæli svona fyrst í mars, það er best. Já, að minnsta kosti mars. Já. Þá er þetta alveg 3 mánuði liðnir. Það er alveg svona þér. Búin að jafna þig. Já. Og þeir fann að langi nýja hluti. Einmitt. Er ekki öllum byrja að langa eitthvað nýtt eitthvað strax eða eitthvað? Örglega. Hvað langar þér í afmælisgjöf? Nú steytist þið þitt. God, ég er svona að reyna að byrja að setja saman eitthvað lista. Minnin mánuður þitt núna. Já, ég er búin að ákveða að mér langar bara hluti fyrir mig. Já, þetta. Nei, þú veist, oft setja ég eitthvað svona, mér langar hennan vasa. Já. Eða hennan kukudisk. Já, I'm over that, sko. Fór yfir höfuð. Í afmælisgjöf, já. Já, þú veist, en ég er alltaf, þú veist, ég hef ofta langað í eitthvað þannig, þú veist. En í ár langar mér bara í eitthvað fyrir mig. Ég er að ákveða hvað það er. Já, þú veist, það er nokkuð hlutir bara ennþá sem, þú veist, á lista sem voru á jólagjöflistanum. Það er eins og mér langar náttúrulega í eitthvað fallegan feld, frá feld. Já. Skilur. Mér langar líka í furu. Mér langar í einhverja fína tösku, fín skartgripi. Það er lengi skóra á óskalistanum. Nei. Ekki eins og er. Nei. Það er kannski að skoða skó. Já. Það er gott að góða skó. Ég veit, það er alveg gaman, sko. Þannig, en þú veist, það er engin svona sérstakir núna sem okkar poppi upp í hausinn á mér, en ég þyrfti kannski að skoða það. Já. Ég er svona að hugsa þetta. Ertu með eitthvað hugmyndir fyrir mig? Nei, ég reyni ekki, sko. Nei. Ég geti ekki fara að gefa þér hugmyndir, sko. Ekki? Nei, þá, þú veist, ég þarf að gefa sjálfur mig hugmyndir, þú mátt ekki vita hvað ég er að hugsa, sko. Einmitt. Þetta er erfitt, sko, því ég er eiginlega að díla við ykkur 2 á sama tíma. Já. Þannig ég er smá svona, wow, Við erum erfitt fólk, sko. Já. Erfitt að díla við ykkur, sko. Já. Fiskur og vasperi, sko. Það er vassmerki alveg. Við fáum alveg smá tíma til þess að hugsa þig, sko. Já, allt og langan tíma. Já. Allt og langan. Það er alveg, það er næs, sko. En já, ég er bara svona, ég ætla að reyna að setja saman eitthvað svona lista. Já, það væri dásamlegt fyrir okkur. Já, það væri dásamlegt fyrir ykkur öll, Ykkur öll saman. Þeir eru ekki öll að fara að senda mér afmælisgjöf. Allir hérna í tilboði að gera það. Þetta er stóra árið. Þetta er stóra árið. It's a big year. Já, þú veist, mér langar alltaf í sólgliru. Þeir eru lengi á lista sólgliru. En þú verður að vera með ákveðin sólgliru. Það er alveg nokkur ákveðin á lista. Ok. Já, og hefur verið bara... Ég hef ekki séð hann á lista, sko. Nei, ég skal senda það. Já, endilega. Ég alltaf bara heitt sólgliru, ég veit ekki hvað. Já, það eru nokkur. Þetta er bara jólagjafalisti sem ég sendi alltaf árlega Gunna og breyti til. Gunni er ekkert að áframsenda þetta hluti. Nei, þú voru að byggja hann listan. Já. Ég skal senda listan. Já, þú veist. Já, bara eitthvað svona. Dúlli, músi, eitthvað skemmtilegt, eitthvað. Stóra árið. Einhver upplifun eða, þú veist, útlandaferð eða eitthvað þannig, þú veist. Eða langaði bara hlut, eða þetta skipti. Sko, ég er meira hlutamanniska, Já. heldur en upplifunarmanniska, sko. Þið Gunni farið ferðina sem þið gáðu hver öðru aukt í mann? Amsterdam. Hann gaf mér jólagjöf. Nei, svo, við fórum alls sko í hann og ég held að hann síðan, hvort það var, ég man það ekki en það er að spyrja hann, en mér minnir að hann hafi síðan þá þú veist borgað flugið til Króatíu. Eitthvað þannig, já. Af því við fórum ekki í hana. Já. Hvort að við fórum svo næst til Króatíu. Mér minnir að hafa verið þannig, svo kannski er ég bara kolveill hjá mér og hann skulda með ferð. Og hvað snið að gefa ferð og bóka hann ekki? Það er rosa gott, rosalega gott. Gott svona sparnaði þeir. Já, nei, þú veist, ég skulda honum ferð núna í ár. Við erum fyrir London í september eða eitthvað og Harry Potter. Er það að fara í það loksins? Já. Já, gæðið. Já, það er ekki bóka. En við sjáum hvernig það, hvort það gerist. Ég fór að segja það svona í nokkur ár. Við erum að fara. Nei, hann fekk þetta í fyrra líka frá vinum sínum. Bara fleiri miða á Harry Potter? Nei, þú veist, vinapar er að fara með, bróður hans er að fara með, þú veist, þau basically gáðu, þau get ekki svikið hann. Einmitt. Þú gáðu þau um svo flug, eða? Já, og gistingu. Vá. Já. Þau? Við öll. Ok. Já.
Glæsilegt. Já, það hann fekk, þú veist, við gáum öll sérst flug og gistingu og og svo Er búið að bóka það eða Nei, er nei. það bara svona, það var bara svona, já, svona laus, flúff, já. svona blað. Já, Sniðugt. takk fyrir það ekki. Já. Nei, já, þannig að hann fekk það frá mér, þú veist, ég var með í því, þú Já. veist, þannig ég splitta kostnanum, ég er með í því. En Það var ammali. Já. Já. En ég gaf hann náttúrulega jakkaföt í afmælisgjöf. Já. Svo varstu með þessu. Svo er ég með Alltaf að þessu, gefa. alltaf Alltaf að gefa, maður er svo gefmildir, þannig ég er mjög spennt að sjá hvað ég fæ, djók. Já. Ég gef ekki bara þess fótopaka, þetta var djók. Víst. Nei. Þú myndir samt alveg hægt að gefa mannesku sem að væri alltaf, þess þú er alltaf að gefa manneskinu og hún myndi aldrei gefa tilbaka. Já, Nei, kannski aldrei, en þú veist, en ég hugsa aldrei eitthvað svo, ég ætla að gefa þetta svo ég fái þetta. Nei. Þú veist, maður hugsa ekki Þú þannig. veist aldrei nema það sé ammælskjöf. Hvort þú veist. Þú veist aldrei hvað það er. Nei, Það er jólagjöf, skilur. já. En já, þannig að bara, já, ég er að setja saman lista. Þetta er svona allt í bígerð. Ok, dásalegt. Ekki bara? Jú. Ég veit ekki, já. Heima ég senda mér að þið eru með góðar ammælishugmyndir. Já, ammælisgjafa hugmyndir. Það er alveg, þú veist, ég elska að fá góðar hugmyndir af ammælisgefa hugmyndum. Samanlega. Ég var alveg, veist, ég gæri bara á TikTok að fletta upp ammælisgefa hugmyndum fyrir 1 árs og ég var bara, hvað í anskoðum að gefa barni sem einhvern veginn á allt og á stór systur sem er sama kyn, skilur. Já. Fattar hvað ég meina? Sumi áhugamál. Já, basically. Já. En þannig að það er alveg svolítið erfitt. En ég sá ókslega sniðut með það, ef einhver er í sömu erfileikum og ég, því að þú veist, ég get bara, ég physically bara get ekki beðið allum að gefa henni dót. Og því að þá bara kem ég ekki fyrir litlu tósi heim til mín út af dóti. Þannig að hún... Ég bara ferð til útlanda. Já, nei, en án gríns samt, þú veist, Icelandair gjafabréf eða eitthvað svona þannig, ef bara svona, þú veist, ef hún fengi þannig frá fjölskyldunni, það væri geðveikt. Kostar svo mikið fyrir infant eða? Nei, kostar ekki neitt. En það bara bengið dugar. fyrir Já, trú. En það dugar sem í ykkur ár, skilur. Já. Er það ekki? Gildur ekki svona gjafabréf í ykkur ár? Í svona 2, 3, 4 ára. Nákvæmlega, þú veist, þá bara myndum að geima, þú veist, það kostar ekki fyrir hana fyrstu 2 árin, en Já. þú veist. Gefið henni svona Icelandair gjafabréf. Njórit. Nei, þú veist, þá er þetta notaði seinna, en líka, svo sá ég bara svona, þú veist, það er þetta að kaupa, þú veist, áskort í húsdryggarinn. Geðið. Æ, fattur þú veist, þess að kaupa ennaðra dúkkuna á 25.000 kall. Já, ég er alveg smá svona anti að gefa svona lítlum bönnum mikið dót, sko. Já, þú veist. Sérstaklega þegar systkini. Já, og þetta er alveg svona, veist hvað Ég er bara vorkin ykkar, því ég er mikið horter, skilur sjálf. Takk. Þannig ég get ekki ímyndað mér að vera ennþá verið að dót, þú veist, þegar Rómi og hann er svo mikið að böngsum, þú veist, það er nóg fyrir mig, sko. Já, þetta, þú veist, það er alltaf fokkin springað þarna, Já, þú veist, mér finnst föt og svona lítið börn líka, þú veist. Föt er geðvikt, Já. föt er geggjað, maður þarf alltaf föt. Já, þau þurfa alltaf að stækka og skilja Já. stærðir, skilja, Já. þannig að mér finnst það alltaf mega sens. Ég er alltaf að fara að setja föt á listan hennar, sko, og listan er Emblu líka. Já. Þú veist, Hún líka elskar föt, þannig að það er svona win-win. Já, það er ógeðslega gaman að gefa henni föt, þannig að það er rétt. Þannig að þetta verður svona mjög mikil fatammali hjá þeim, sko. Þegar náttúrulega Elisabeth á ammali bara viku eftir mér, sko, hann að... Einmitt. Þú ætlar að halda samanlít ammali fyrir þær tvær. Já. Og þig þá. Já, ætlum að gera þetta alltaf saman bara. Þetta var bara svona algjörð skellupartí. Já. Nei, hérna, ég veit ekki alveg, já, ég ætla að halda samanlegt fyrir þær. En þú veist, það er samt að gera eitthvað sérstakt úr hverjum degi. En ég veit ekki alveg hvernig ég á að gera það. En ég held að ég bjóði bara svona fjölskyldu heim fyrir báðar. Skil ég. Bara sem ammali þá. Já, já. Þú veist, fyrir þær, þá held ég samanlegt fyrir fjölskylduna. Já. Og svo hugsa ég, þú veist, Embla fer kannski að fara með vini sinum í skoppu eða eitthvað. Já, Fattarðu? já. Eitthvað þannig. En Eli. Hún væri bara með mér. Hún bara heima með mér. Unlimited boobs. Já, unlimited boobs. Það fer að minka. Já, reyndar. Fyrir frá það Bara einn dag, þá fær hún að koma aftur. Nei, hún er ennþá brjósti en hérna. Við erum að vinna í þessu. Fær síman þinn í lánum. Já, henni finnst það Kannski svona eigin dóta síma, hún elskar síma. Hún fekk það í jólagjöf, alveg Virkaði 2. Ha? Virkaði það ekki? Jú, bara Embla alltaf taka hann. Embla. Þetta er svona. Þetta er svona, já. við erum yngri systkini. Svona er þetta. Svona er þetta. Við þekkjum það, ég þekki það. Þú líka. Já. Það var yngri systkini. Já, ég þekki líka eiga yngri systkini. Ég þekki líka tilfengu að loka þau úti, sko. Já. Ég tengdi mikið vel í TikTokinu, sko. Já. Líftu bara inn. Sparka manni út bara, það djóka. En líka hafa þetta bad. Já. Það var svo fokkið þetta, sko. Þetta er svona í lífið. Ég talaði um TikTok, þú er búin að sjá Natrakef TikTokið. Herðu, ég sá það. Ok, Geggjað. skemmtilegt. Já, það er svo skemmtilegt.
Ok, það ekki maður að sjá það, þetta er svona heita Natrakér niðurstrykk Æsland. Þau eru bara með svona alls konar fróðleiksmóla. Alls konar. Skemmtilega, þú veist, pælingar, sko. Já, skemmtilega að setja upp og svona og það sem maður pælir mest í, eða svona, mér langaði að þau hitt mjög út og gott og spurt mig. Líka. Right? Já, nema þú veist, það hefur vandrar alltaf veit ekki svöru við sem þessu, sko. Nei, en já, einmitt, að ég er sammála því, en eins og þú voru bara að spyrja suma bara eitthvað, hvað væri öðruvísi ef kallmenn væru á túr? Er til að fá að svara því, takk. Já, segðu mér. Já, þú veist, þeir fengi frí í vinnunni. Já. Bara alltaf þau eru túr. Alltaf. Bara ég hæðir þar heima blæður mér. Þú veist, dude, stay home. Þetta væri svona. Já, það væri líka bara ekki, þú veist, það væri meira frambóð af flottum tíðavörum eins og Natrakér. Ég satt. Það var ekki bara Natrakér, skilur, sem var með þetta alltaf reynu. Og væri bara mögulega bara frýtt. Já, 100% frýtt. Já. Einmitt. Þú veist. Bara eins og klóspappir og almenningssalnum, skilur. Einmitt. Það væri ekkit spurning. Einmitt. Sér litli fucking tippalingarnir ykkar. Já, einmitt. Lítið tippalingar. Nei, það er margt sem væri öðru í þessum heimi, sko. Já, það væri svo mikið. Það væri bara eitthvað svona, já. Einmitt, mættur, já, vá, ég væri svo mikið til ég bara að fá upplega 1-2 daga. Bara svona þetta væri staðan að kallmenn færi líka á túr. Líka eða bara? Væri við það basically kallmenn? Það væri örugglega líka. Annars væri við bara kallmenn, basically. Já, kannski líka bara. Já, það var eiginlega að vera líka, annars mikið það ekki sens. Annars myndum við bara ráða öllu og hafa allt. Ég heldur að þessi einu sem, þú veist, þetta er bara feðraveldi bara því við fyrir á túr. Ég sver, það er, og því við eignumst börn. Já, ángrúst að við eignumst börn. Ég væri til að fá að upplega viku, þar sem kallmenn, heilu viku, þar sem kallmenn hann að ganga með börnin og fæða þau og eru með þau að brusti. Annars væru þá væri við kallmenninir. Já, þá væru við kallmenninir. Þá væru við, þú veist, að vinna fyrir og fara að sækja eldi við, skilur við. Já, en myndir ekki finnast fer ef kallmenn getur líka orðið ólíktir og við getum skipst á. Já, geðveikt. Það væri svo fer. Herru, ég tók þetta bara. Þú rekast það? Mist það fer. Það væri til fleiri börn. Það er kannski á mikið aðeim. Nei, það er ekki alltaf að tala um okkur, við þurfum að fjölga okkur. Ég held að það sé eitthvað bull, sko. Hvað meinið þið? Er ekki alltaf mikið af fólki í þessum heimi, eða? Ég veit ekki. Það er bara fullt af börnum sem þurfa bara heimilið, skilur við. Ætliðum bara börnin. Já. Sumir alveg þurfa ekki að fjölga sig, sko. Nei, það er alveg mjög margir sem er bara gjörsamlega stoppa. Já, þú veist, það ætti alveg að vera eitthvað svona að fólk ætti að sækja leyfi stundum, skilur við. Já, bara alveg svo gengur í gegnum með ætla, svaka leyfisbréf og hitt og þetta og svona skoðanir. Og svo getur bara hver sem er bara boðið barni upp á bara, þú veist, hvað sem er, hræðilegt líf, skilur við. Það er hrikalegt, sko. Það er alveg alveg sumir sem eiga alls ekki að vera að fjölga sér. Við getum öll verið sammála því. Já, það er, þú veist, bara kannski óvinsæl skoðun, en þú veist, nei, þetta er bara mjög fer skoðun. Þetta er bara skoðun. Já, ég stendur vel með henni. Já. Takk fyrir mig. Ég ætla að fá mér a happy hydrates. Ég þarf svo mikið Við erum búin að fara 2 æfingar í dag, þannig að við ætlum að fá okkur 2-falda stigu, sko. Já, við eigum hana inni, sko. Já, þess að báðar 2. Já. Þess að passa því, hvað? Nei. What do I do? En ég ætla að fá mér berjablöndu hérna. Já, ég er svo til að fá mér eina góða berjablöndu. Við erum að spara jóla. Já. Ég er búin að sagða það var þetta til síðunni. Það? Já. Oh my god. Þið getur nælt við það. Já, þið geta það. Já. Ég ætla að segja, eigum við að panta upp lagarinn. Gerum það. Við getum gert það áður en þáttur að koma út. Já, true. Svo bara, hey. Það var bara selst bara upp akkurat þegar ég sagði þetta. Nei, en ég sá það daginn, sko. Þegar ég var að skoða þarna áskriftina. Já. Happy Hydrates. Já. Það sem við getum fengið líka 25% af fyrstu. Herðu, myndum á eftir að við erum að fyrir heitan tíma á morgun að við erum að taka svona með heim. Já, ertu ekki með heima þér? Erst þú? Nei. Nei. Ég er búið með mitt. Já. Ég drekk þetta öllum stundum, sko. Já. Ég er með þetta, sko, ég lagar að tali bara ofan í öllum töskunum mínum og þannig. Það? Erstu búin að gera það? Það er rosa sniðugt. Já. Ég með bara, í þessari gymtöskunum minni, þá er ég með svona, þú veist, 10 mismunandi stigur þar honni. Já, sniðugt. Ertu með eina sér gymtösku? Já. Er það tepastóðbyggið? Nei, nokkuð mín. Nokkuð já. Hann er stóra. Já. Með hann. Með svona vösum og þar geimi ég það happið. Það er mjög þægilegt, sko. Svo teki ég vilt svona brúsa með mér hérna svarta. Já, svartan brúsa. Happy, svartan. Já. Með klökum. Sitt svo vatni og stikur og beint eftir tíman. Og svo drekja ég mig ekki heim. Ói, hvað það lúmur. Það er alveg geggjur rútína, sko. Já, þetta er rosalega góð rútína. Vel við.
Já. Mæli með. Ertu ekkert mikið með klakavélina hérna núna? Alltaf? Já, ok. Já. Hún sko, ég stundi bara slökk á hana því ég bara svona, ok, þú ert bara í gangi í svona 7 daga streitt. Já, nei líka ég svona, þú veist ég er með mínu Ég býð frá kvikni sko. Ég er með mínu bústað og ég alltaf ég mætir, ok, að stað með þig. Svo var ég bara, Hún er slavering, sko. Hæ? Hún er slavering. Já. Og svo Aron bara, þú veist, herru, við erum með svona 10 póka í frysti. Mínir eru bara bráðna, sko. Hún framleiðir svo hratt. Já. Ég er bara, mínu bráðna bara, ég er bara með stóra Stanley brúsa minn, þess vegna er ég minna að nota hvað heitir hann, óvala brúsa minn núna. Já. Það kemst svo lítið í hann. Já. Ég bara fyllir Stanleyin alla leið og það er bara klakað allan daginn, það er alveg, sko. Herru, ég ætla bara að gera það. Ég þarf eiginlega sko bara að ferja, veistu okkur, fyrst og fremst þarf ég að ferja vélina mína bara með mér heim, en svo líka þarf ég bara að ferja alla klakana með mér heim. Nei. Víst? Akkur? Af því á svona 100 póka klökum í Já, bústað. getur ekki notað upp í bústað bara. Og taka vélina heim. Já. Já. Alltaf gott að ég klaka upp í bústað, sko. True. Stand by that. Ég er svolítið bara algjör, ég er líka að framleiða mína góðu klakana, sko. Já, líka. Það er fyrir, Já, þú ert alltaf ekki með klakavélina. En svo bara, af hverju ertu að gera klaka líka? Út af því þeir eru... It's different. Já, Þetta er gott á nýjum vín og líka þegar maður að fara í, þú veist, þessu gusu, búin að fara til þessar, þá þetta verður með svona stóra klaka, skilur, þannig að bráðningar, þessi litlir úr klakavélinni, þeir eru mjög litlir. Mjög litlir, já. Og ef þú setur gæðið mikið af þeim, þá náttúrulega er ekki sér neitt vatn. Nei, true. Já. Þannig að maður það stóru klakana til að halda lengur kalt. Sko. Já, það er rétt hjá þér. En litlu klakanir, þeir eru geðveikir onni í kóklas. Geðveikir. Þetta er svona crispy kók. Nei, sko, ég elska að setja ofan í þinnsta glasið mitt. Já. Ógeðslega þunnt, rítir glasið mitt bara, þau veit ég elskar þau glas. Fylla þau upp, eða svona næstuð í toppin. Næstuð í toppin af svona, þetta er svona míniklakar og svo ískalt Coke Zero Zero. Zero. Já. Ég bara er á Zero Zero tímabilinu mínu, sko. Ég bara núna, að við fórum daginn upp í Coca-Cola og vorum á okkur áfyllingu, þannig að núna á ég, þú veist, gos heima. Svo það var svolítið langt sem við fylltum á heima nefnilega. Já, ég á reyndar alltaf Zero Zero heima, sko. Já, ég á nefnilega... En ég á aldrei lager. Nei, ég á aldrei lager, en ég eigum alltaf svona, þú veist, kannski þegar við erum nýbúin að fara í búðina, þá eigum við smá. En svo klárast það, skilur, að því að við þurfum ekki að fara eftir aftur búð og við erum eldum rétt, skilur. Þannig að, en núna á ég alltaf, skilur, með hverjum kvöldmat sem er svo geggjað. Og Zero, ég er bara svona, ok, ég bara svona, tek eina, ég set hana bara í fristi í smástund og þetta er nammið mitt á kvöldin, sko. Nei, sem. Oh my god, já, ég þarf að fá klakavél heim til þess að gera þetta crispy cola. Og þú veist, ég veit það ekki allir þar, ég hendi sítrónsnið onni. Já, þú ert þar. Mér finnst það geðveikt. Ég er ekki, stundum með venjulegu kóki. Já, venjulegu kók. Original. Sítrónu er eitthvað annað. Bara eins og þegar við vorum á Nobu Hotelin í London. Við fengum okkur Caesarsalat og ískalt kók með. Við fengum okkur dietar. Fuck me, sko. Já, það er náttúrulega ekki. Við fengum okkur einu sinni með venjuleg kók, ekki? Við fengum bara diet, þetta voru náttúrulega diet. Bokka, ég er spennt. Ég veit! Nei, við erum fyrst að fara til USA! Við erum eftir að samt segja, við erum búin að segja. We've got so much to tell you guys! Vá. Hvað er að gera svo mikið? Bara, catch up this. Ok, já, aðeins. Ok, tölum aðeins áður við fyrir að tala Grammy-verðlaunin. En þú var aðeinslega, en við erum aðeins að tala okkur. Við erum að taka með sopa. Nei, en við erum fyrir New York. Það er fyrsta ferðin okkar bókað. Ég elskar 2 bókaðar ferðir saman. Oh my god, ég er svo spennt. Gaman. Við erum ég er að fara fyrst í apríl. Þú ert kannski mögulega að kíkja eitthvað páskana. Mögulega, já. Já, við erum eitthvað svona, Já. Þannig við fyrir fyrst í ferðir án koronara, sem var... Já, ég er sem ekki viss með mína ferð, en það gæti gerst, sem var æði. Já, þú ert mögulega að fara. En ég er að fara hérna í enda apríl. Til Budapest. Mega spennandi. Bara gamla að fara til eitthvað, eitthvað sem ég aldrei fara áður. Já. Skemmtilegt. Fara með Gunna þangað, sem er bara gaman. Já, ég var að fara að segja eitthvað allt annað, þá hættur hún örugglega á brjósti. Já, og ætlar að byrja þá að gera það. Það er löng fresting. Það er ekki mikið núna, ekki skilja ekki að tala hér. Við getum alveg að tala hér. Nei, hún náttúrulega sko, ok, bara fyrir, we're all in this together, guys. Bara, það er eitthvað sem þið vitið ekki, ég veit ekki. Já, nei, veistu, hún átti að hætta á brjósti núna á nóttunni. Hún var lasin. Það var á nóttunni, já. Og hún,
hún var svo lasin og eftir veikindin hætti hún að borða. Hún borðaði ekki 4-5 daga. Já. Þannig að þá þurfti ég að halda henni á brjósti. Hún er nýlega búin að ná upp mataræðir, eða þú veist, hérna listinni og svona, matarlistinni. Þannig að við erum að leyfa því að jafna sig, svo tökum hann af nóttunni. Og þá verður þetta kannski 1-2 skipti við daginn og fjara þannig út. Þannig að kannski enda apríl bara fínt, skil. Að því, þú veist, best er, þú veist, out of sight, out of mind. Því það, ég gerði það með Ömblu. Þá fórum við til Parísar yfir helgi og við komum heim og bara aldrei um þetta aftur, aldrei að pæla þessu aftur. Einmitt. Þannig, þú veist, en það var komið niður í 1-2 skipt á dag, þú veist, þetta var ekki meira en það. Hvað var Embla gömul þá? Hún var 11 mánaða. Hún var 11 mánaða, þá verður Elí 11 mánaða líka, þegar þið farið til Búdapest eða ekki. Og hún verður hann 1 árs. Já, ég meina, ég hugsaði 12, nei 13, já. Hún verður hann rúmlega 13 mánaða. Já. Einmitt, það var fínt. Já. Já. En auðvitað sumir með barnabröst í mörg ár og allt það, ég finn fyrir mig, það virkaði vel að gera svona með Emblu, þannig að fyrir mig finnst mér ár fyrir góð tími. En allir með sig. Ég finnst að enginn megi skipta sér að neinu svona hjá Nei, neinni. svo er það. Í alvörin, ef ykkur reynir að segja eitthvað, fuck right off, sko. Einmitt. Each to their own. Það er svo margir svona gamli skólin þú ert að 2 ára, bara sorry, þú veist 2 ára koma, það er full grown college kids, sko. Chill out. Það er sumir alveg til 5 ára, sko. Það er náttúrulega ekki byrja, sko, þú veist alveg hvað mér finnst. Já, ég veit. En, byrju, já, þannig að ég er að fara til Búdapest 7. apríl og svo bara kem ég heim. Já, það er bara nokkri dagar. Og þá erum við að fara til New York. Við vorum bara að segja ykkur það. Já, við vorum búin að tilkynna það. Já, og við vorum búin að segja ykkur við notum Indó til þess að kaupa Hamilton með hana. Guys, það var hacks. Það var hacks að geta nota Indó. Ég hafði bara, allar væntingar mín voru farnar og bara út um gluggan. Án gríns, við vorum bara, okkur virkar þetta ekki sem bara bjöfðars ljóta fokki síða. Broadway.com. Já, ég var bara þetta skam. Þetta ætti ekki að vera svo flókið. Þetta var bara ekkert smál. Nei. Þetta bara virkaði. Indó græja þetta. Já, þetta var bara svo smooth sailing með Indó. Og það sem við þyrftum kannski að gera fyrir nújörferðin okkar með Indó einmitt er að búa til svona duett. Bara fylgjast með svona, þú veist, safna saman og fylgjast með. Það er ógeðslega sniðugt. Já, þú veist, þannig að ef þið eru, þú veist, eins og bara ef þið eru 2 vinkonur sem leigið saman þá getið verið með svona duett þar sem að þið getið svona séð sameiginlegu fjármálin, þú veist, eða ég haf bara lagt eitthvað þú veist, þetta er ógeðslega sniðugt, þannig að ég mælu með að kíkja á fítusun duett hjá Indó. Þannig að við gætum þurft kannski mögulega að setja upp eitthvað svoleiðis fyrir ferðin okkar, sko. Já, mjög til ég elska allt svona dúdlítu, eitthvað svona. Já, eitthvað svona saman og við erum alltaf að byrja að skrifa niður hvað við erum kaup okkur. Við erum að safna fyrir. Og við erum að safna fyrir, já, algjörlega. Já, við spörum alltaf bara með því að vera Indó. Rétt. En já, þannig við erum búin að segja ykkur að fara til New York. Það verður mjög gaman. Við ætlum á Hamilton og við ætlum á Met Gala. Já, við ætlum á Met Gala. Hei, ég má manifesta þetta. En við ætlum allar að vera þarna þegar Met Gala er í gangi. Svo, þetta er í maí. Svo kemur næstu mánuður. Júní. Oh my god. Það er bara næstu mánuður eftir þetta. Ég veit það. Ég áttaði mig ekki á því. Nei, það er crazy gaman. Oh my god, já. Svo kemur júní. Hvað ætlum við þá að gera svona? Við erum frá Harry Styles. Ég trúi ekki. Við erum frá Harry Styles. We won the ticket, Master War. Our baby, Harry Styles, our husband. Við bara, sko, við vorum alveg bara með svona, ok. Já, allir inni, við vorum alveg bara að tala um hversu mikla þrá ekki og vorum með fyrir þessu. Já, ég held það. Mann ykkur til áskriftinni eða hér? Jú, einhver staðar voru búin að ræða það, sko, þetta þyrst alveg vera svona við tækjum daginn frá og... Já, við vorum bara að missa svefni allan janúar yfir þessu. Í raun og veru, því vorum bara að tjekka hvort þú voru bara að pústa ykkur meðan nótt og eitthvað. Það var alveg hrika. En við vorum sérst búin að ákveða bara, ok, þú veist, fyrir ykkur sem er ekkert að pæli Harry Styles sem kom með tónleikatúr, hann að gefa út plötunum sína 7. mars, sem er mega spennandi. Það er sérst í afmælisgjöfanda mér, ég til það vera svo leis. Já, bara klála. Já, og svo er hann bara, þú veist, hann er sérst að fara á túr, en samt ekkert eitthvað svakalega túr, þú veist, hann er ekkert að fara alla Evrópu, þú veist, það er ekkert Frakkland, ekkert Svíþjóð, ekkert svona... Hann talaði í viðtalið, hann var að gera svona residencies fyrsta árið. Já. Þannig ég held að næsta árið þá munið kannski taka bara, búm. Já, hann fara á fleiri stað, ég hugsa það, sko, en allan að þetta ár, þú veist, bara núna eftir að platan kemur út, þá er hann bara, þú veist, hann var að taka á örfáa daga í London, svo var hann með, þú veist,
örfáta í Mexíkó, Hann byrjar í Brasilíu. Amsterdam. Já, byrjar í Amsterdam. Já, London, svo random Amsterdam. Já. Samt þau svona auðvelt að millenda eitthvað. Ok, Amsterdam, London, svo var hann í São Paulo, Brasilíu Já. og svo New Mexico. Og Og síðan eftir það var það ekki bara New York. svo Ástralía. Og svo Ástralía, Já, ég hugsa það, já. Þetta var eitthvað svona þannig. Þannig að við vorum bara, ok. Og hann var bara með, þú veist, held í 4-5 daga í London eða eitthvað. Þetta var ógeðslega lítið. Það voru eitthvað, já, einmitt, bara 6 dagar, bara eitthvað, þú veist, miðvikudagur, föstudagur, laugardagur, tvisvarsinnum eða eitthvað. Og þetta er London, hann er frá UK. Við vorum bara gleymd því bara, að við náum miða þarna. Meikar engan, já. Já, þú veist, við vorum reyndar ekki, þú veist, ég var búin að hugsa, hann mun pottið verið London í júní. Já. Bara pottið til London í júní og ég var einmitt að fara að bóka með ferð. Og ert búin að bóka Já, ferð? já, núna er ég búin að bóka með ferð. Ég var að fara að bóka, þegar ég var búin að hugsa bara eitthvað, ok, hann er pottið, þetta er típist og ég var svona bíða eftir að hann myndi koma með, svo þurfti ég bara að bóka ferðina. Svo bara gaf hann það út og ég bara típist. Já. Akkurat þegar ég er úti. Og líka sko bara pæli, þess að hann með örfáta í London og um talum jú, Amsterdam, það er alltaf millilanda, en London líka. Öll Evrópa horfi líka á London og langar að vera á Wembley. Já, Wembley miklu frekar iconic. en Amsterdam, sorry, þú veist, þeir sem er fallið Amsterdam, það er geðveikt, ég er ekki að draga úr því, en svona, manni langar að vera á tónleikum það sem að þau eiga heima. Þú veist, hann á heim í Bretlandi. Hann að, þú veist, það voru ekki bara við Íslendingarnar pæli í London. Það er örugglega komið lögheimilega Ítalíu, sko. Já, þrjút á það. En þú veist, það eru allir í Evrópu sem voru að reyna að ná London-turnum, skilju. Það er svo bara, þannig að við horfum á þetta og hugsaðum bara, fokk, við þurfum að fara aftur til New York. Já. Að það var með 30. Þetta er maxi sem hefur verið haldið á Madison Square Garden. Hann er að toppa held í Coldplay. Já, er það ekki? Ég held það, jú. Þetta er maxi, sko. Já. Og ég held að þessi voru með næstmest hafi verið Coldplay, bara eitthvað núna í fyrra eða eitthvað. Já. 27 eða eitthvað. 26 eða 7. Og þeir voru forever, sko. Já, nákvæmlega. Og við hugsaðum bara að Bandaríkjan er ekki eins stór, kannski markaður. Nei, við hugsaðum bara fyrst af, þú veist, í stæðis að ná einu miða af einhverjum 3 sjóum, eða 4, þá kljótu hann á miða af þessum 30. En er Madison Square ekki minni heldur Wembley? 90.000. 90.000 Madison Square? Já. Það er 90.000 í Wembley, sko. Það er svoleiðis? Held það. Vá. Ég held að það er 30.000 í Madison Square. Ég held að það sé 19. Vá, það er, þú veist, þess vegna er það kannski svona fokkin mörg kvöld. Wembley capacity, sorry, ég bara verða með það. Concert. 263, wow, veitu, það er bara, ok, eins og Taylor Swift, skilju, hún held tónleikaðna, þannig að það verður að tala um það. 267.000. Einmitt, já, það er 90.000 á fótboltaspili. Þá er ekki náttúrulega allt gólfið. Já. 267.000 svona. Miklu stærra en Madison Square. Vá. Já. Þess vegna var það svona lengi að fara stundum. Kannski ég mati svona skver hérna concert capacity. Vá, ég verðilega bara að vita. Já. Hérna. Já, 19.000 hérna, kemur fyrsta, Google. Já, 90.500. Það er auðvitað þegar það er leikur. Já, er þetta fótboltaspilstæmi? Já, körfubolta. Annarkvort. Það? Þetta er ekki fótbolta. Ég held að þetta væri bara tónleika. Það kemur alltaf 90.500, en ég veit ekki. Concert 22.000. Já, einmitt, já. Já. Þetta lúkar eins og körfubolti eða eitthvað þegar maður horfir svona. Það veist, það er ekki haldið boxing, basketball, pro wrestling, ice hockey. Okay. Það er svona alls konar. Já. En já, þetta er miklu minna. Vá, við föttum það ekki. Ég pældi ekki fyrir eftir, ég var að tala við tala við fólk um það og ég eitthvað, já, Wembley er alltaf aðeins stærra. Aðeins? Bara þrefald stærra eitthvað, en það er greinilega miklu meira en ég held. Já, miklu. 200.000 manns. 267.000? Næstu tæflega 300.000 manns. Og það er næstu Ísland. Pældi því. Við getum bara öll sem þjóð. Gerum það. Til að dása. Það væri gaman. Nei, ég er sjokki. Já, ég líka. Það er rosalegt. Ég held að það var 90. Já, Og mér finnst það mikið, sko. Já. En sérst, já, þannig að dagurinn rann upp þar sem að við ætlum að reyna að ná, sérst, hann byrjar söluna á þessum Londonmiðum og það náttúrulega gengur svo ótrúlega vel, bla, 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 að hann bæti við dögum. Hann var skráði sig á prísel á þeim dögum. Nei. Jú. Á London-dögunum? Nei. Nei.
Við vorum að bara kaupa okkur miðana fyrir New York þegar við duttum inn á príseli á 9 dögunum. Já, það er rétt, þetta var gerst svoleiðis. Þetta gerst óvart. Já, þá sáum við bara, hei, það er líka príseli í gangi. Við vorum að bíða eftir að komast í röðina fyrir New York og allt í henni sá Birta bara eitthvað að 9 dagsetningarna var alveg að fara að byrja og við vorum ekki með prísel að við heldum að þið vorum ekki búin að skrá okkur á staðsetningar. Nei. Þannig að við prófum það. Og þú náttúrulega endaðir í að prófa bara 100 sem að fokkin virkaði ekki. Já, fokkin rugg. Já, það var alveg crazy pyrrandi. Og þess vegna vorum við bara að missa alla von. Og svo prófum við New York og það var bara, seldist upp bara á 0-1. Þú vorum ennþá í röðinni. Að það? Já. Voru þá að reyna New York eftir að við náðum með honum? Þessu vorum bara ennþá í röðinni. Nei, við komumst inn, sko. Já, svo komumst við inn. Já, þá var það bara búið. Þú veist, vorum við búin að ná með þeim þá? Á hitt? Ég held, já, sitjandi með þeim. Já, náttúrulega, já. En já, svo náði ég að fara inn í eitthvað link og þá einhvern veginn náðu við. Það var ógeðslega flókið, já, svo náðu við eitthvað random sitjandi með þeim, einmitt, og við bara fuck it, það er ekki draumur okkur langar að standandi, fuck it, við tökum þessu bara. Þú veist, auðvitað frekar sitju heldur að missa af. Já, og bara, ok, fuck it, og þú veist, já, einmitt, að ég var náttúrulega í útlöndum og þetta er sko, ég er að millilenda í London og leiðinni heim, þetta er bara daginn eftir það. Já. Þannig ég bara fuck it byrði, ég hitti þig bara í London, bara prófum þetta. Það er gæður. Já, og við bara náðum með honum og við bara, ok, nice, við náðum bara sitjandi og eitthvað, þú veist, það er bara fínt, skilur við gerum þetta bara. Draumur okkur alltaf standandi. Svo prófum við aftur, randomlega, því að stelpunum langaði mögulega koma með okkur, við ætlum að tjekka miðin fyrir þær. Og þá allt í henni losnaði standandi með einhverju diskopassa. Geðvikt. Og við vorum sko fríka út með þetta var að fara í gegn, sko. Þetta máli er bara, þú veist, fólk var að setja í körfu og dett út og kannski ná ekki að borga það, þú veist, 10 mínútur liðnar eða hvað það var. Þannig við vorum bara rítið. Það er meðan Amex fucking link eins og við vorum með. Og eða það. Vorum með vittlísan link, fórum með hana. Virkaði ekki. Við erum alltaf að ná miðunum. Við náðum þessum miðum. Við náðum þessum miðum. Alltaf bara að borgaði með Amex. Ég bara, what the fuck? Og geðslega pyrrandi. Og þú veist, American Express kort eru bara ekki, þú veist, hvað var Indo? Ég mitt. Borgaði með Indo. Já, það hefur geðið. Nei. Það var að príseli samstarfi við Amex eða eitthvað. Já. So annoying. En alltaf, við náðum miðum. Ok, bara blæm, við náðum við, þannig að við erum að leiða til London. London baby! Sem nú að millilendir, ég hitt hana þar, tek vel á mótinni. Ég ætla búin að vera að hita upp herbyggið okkar og svona. Já, þú ert að lenda nóg. Þú þarfst að koma með bara fullt af nokkuð fyrir mig. Bara minnstamál, ég er bara, I'll bring it all. Ég verð að koma frá, I will be coming from Asia, sko, þannig að ég verð jettlagt. Þannig ég kem sko með græjurnar og happy. Er eitthvað annað sem ég get komið með þetta sem var til að... Já, kannski ballerína keks. Já. Ég get alveg, já, það er alltaf mjög gott að fóra smá ballerína. Ég mun örugglega sakna þess að fá með svona, þú veist, það sem við erum alltaf að borða, skilur. Já, þannig að þú myndir sakna ballerína. Það er búin að vera 3 vikur í burtu frá þér og tepóðasins og eitthvað. Og ballerína. Já. Svo verið til í rífiðilega skinnkerinu mín frá Legaspa, að því ég hef pott búið með það. Að því ég verið örugglega búið með það, sko. Þú verið búið með það, sko. Þannig þú þarfst bara að drencha mig í, þú veist, healing bólum. Ég þarf líka bara að skrúpa því og eitthvað. Já, bara skrúpa mig. Nei, þú veist, ég verður örugglega mjög gott tann. Ég veit. Ég ætla að taka með healing bólum, ég vil líka með mér út af því þá fæ ég ekki mosquito bit. Satt. Já, ég vil bara gott, þú veist, skincare og nutt frá þér. Já, ekkert smá. Frá kásunutt og... Já. I got it, baby. Got it. Nei, já, þú veist, fyrir ykkur sem að, fyrir ykkur sem að vissu ekki en mosquito bit, healing balm. Þannig að ef þú eru leiðin út, eru leiðin til tenni já, það er fullt af fólki að leiðin núna út ángríns. Þannig að have that in the back of your mind. Eina sem getur sagt ykkur er að ekki setja okkur healing balm og fara pilates þegar ykkur er heitt og sveitt og þeir eru í stupuksum og eitthvað. Við gerum það í New York síðast. Og rönnum bara. Við vorum bara slippery slopes. En ég fóð svona daginn í, þú veist, bara Caprís. Og þá er líka rennandi, sko. Já, það. Já, ég var svona ekki með þetta á mér. Nei, bara sviti. Það er bara svit, maður á bara að vera í síðum buxum í pilates emo. Ef þú svitnar sem mannskja, skilur, ég svitna alveg mikið. Já, sem sko. Þannig já, ég held ég get bara ekki verið í stuðbuxum. Í pilates, en sérstaklega líka þegar maður er með body lotion. En alltaf verður það með lítið hangklæði undir, það lagaði allt. Já, það gerði það. Já. Það gerði það. Þannig að, já.
en ég kem með lögspa, ég kem með ballerína. Takk. Ekkert mál. Takk. Bara minnstum mál heimi. En já, ég ætla að vera búin að hita svona upp herbergið þegar þú kemur og hérna. Gera kósí og þú kemur með einhverju tösku sem að þú pakkar í fyrir mig. Já, og kannski tekið upp greinar og... Við tökum greinar, það ekki það. Jú, taka upp smá þátt. Já, verðum. Sko, það er til líka fyrir ykkur áskrift. Ég held að það sé bara fyrir ykkur, eða var það á YouTube. Við settum þau vorum upp á flugvelli, vorum að borða Burger King. Voru ekki bara John Juice? Voru bara John Juice? Já. Við fengum okkur Burger King með flugið þá, við mann allavega fengum okkur. Já. Svona cheesy jalapeno peppers. Og vorum bara að tala ferð, er þetta ekki áskrift? Ég held að þetta sé áskrift, ég held að þetta sé ekki online. Já. Og þetta er bara vlogg af okkur upp á flugvelli. Já. Skemmtilegt, ég þarf alveg að horfa á það. Já. Það er anskotan að tala um. Fyrir hvað ferð var þetta? Þetta var eftir Harry. Já, síðast. Sátum bara ekstra út í rask, eða bara á gólfinu ekstra, já. Við erum vel að kíkja á þetta. Já. Við erum að gera eitthvað eftir svona. Það var skemmtilegt. Einmitt, já. Kræst. Já. En þannig já, þetta eru ferðunar okkar framöndan. Mjög spenntar, sko. Ég bara get ekki beðið, sko. Nei, þetta verður geðveikt. En við erum í febrúar. Við erum í febrúar. Það er nýkomið febrúar og það er komið varamánaðar í blöss. Satt. Viltu vita hvað það er? Já. Það er Desire G-Spot Vibrator. Frá Reset. Frá Reset. Slay. Þetta er eitt af 6 vörum frá vörumarkinu Reset. Desire einstaklega mjúkur sveigjanlegu titraði sem hugsaður til að örfa snípin eða inn í leggöngum. Tæki er fullkomið fyrir þau sem vilja nettan titraða til að auka unað í sjálfsvörn eða í kynlífi. Cute Valentine's Day gift. Já, true. Konudags. Þetta er 30% afsláttur, sko. Það er ekkert eðlilega góður afsláttur. Já. Þetta er undir 10 skall. Já, vá. Já. Geðvikt. Já. Ég myndi alltaf að kaupa... Ángríns, þetta er mjög góð valentinsugjöf. Þannig að þið heyrðu það fyrst hér. Þið náðu þetta. Og ef þið eru byrjuð að plana valentinsugdate ykkar, hann alltaf er, þú veist, gott að byrja að plana það, en núna eru þið komið gjöfina. Þú veist, jarðabyrjun, súkkulaði, allt þetta, þið fáu það í Hagkaup. 100%. Ég sko fór í Hagkaup, hvernig var það, núna á laugardaginn. Já. Nei, á sundaginn, ég fór í sundaginn og var að kaupa afmælisgjöf. Og ég sá það að byrja að setja svona upp svona valentínusar. Svona romantic. Já, svona hjartalegu súkkulaði og eitthvað svona, ég bara, it's happening. Þau eru alltaf með allt on point. Allt. Getur líka bara að fara og keypta eitthvað góðan ilm eða eitthvað fyrir herran og... Já. Eitthvað sápu, ég veit þess að Bensi, hann elskar að fá skincare og eitthvað svona skilur. Maður getur bara græði allt á einum stað. 100%. Og bara steikina og alveg sko. Akkurat, þú veist, þú getur bara fundið allt á það, sko. En ég sá alveg svona þegar byrja að setja upp svona stæður með svona, þú veist, alltaf blóm. Já, einmitt, þú veist, ekki blómana. Já, bara... Elskar að kaupa bara blóm í, þú veist, bara... Maturubúðum. Já, bara Hagkaup, skilur. Ángríns. Mér finnst þetta aðsvonlegt. Þannig að já, við mælum með að þið kíki í Hagkaup bara fyrir allt saman. Þú veist, einmitt, ég bara hugsaði bara eins og núna þegar ég var að fara ammæli á sunnudegi. Ég gæti farið bara eitt stað, keypt gjafapoka, fekk penna, gæti skrifa á korti, þetta var ekki dæla næst. Já. Þetta er bara eitt staður, stop and go. Það er ándjóks best. Svo best. Já, I love that. Og Bildabera var einsás, þannig að það var 3 fyrir 2 og öllu. Wow. Geðveikt næs, já. Slay. Já, það var geðveikt næs. Þannig ég keypti þar. Já, okay. Eða voru forritin. Jú, mjög forritin. Já, ekki. En já, ok. Grammy-verðlunin, svona. Grammys. Þau eru hætti í þetta. 2026, já. Ég er mjög hætti. Þetta var skemmtilegu Grammys. Já, samla. Já. Það var, þú veist, mikið sem að maður þekkti og, þú veist. Kynnirinn góður, Trevor Noah. Já. Hann er alltaf góður. Já, hann er fín. Mér finnst það skemmtilegur. Já. Ég ruggla hann alltaf Weekend. Það? Hún er stjórn að kalla hann Víti eftir. Þetta er ekki hægt, sko, ég stoppaði mig. Já, en sko, mér finnst, þegar Trevor Noah með eitthvað svona... Mér finnst svo margir vera disappointed innum. Í alvörunni? Já. Ok, vá. Mér finnst hann bara yfirlega þegar hann er með eitthvað svona, þá finnst mér svo, þú veist, mjög góður í þessu, út af því mér finnst ég alltaf sjá eftirti sem hann lætur í þetta, þú veist, eins og bara eitthvað, ok, smól dæmi, en þú veist, dæmi, hann til dæmis bara var eitthvað, sat hann hjá, oh my god, það dóttu mér. Nei, Benny, Bad Bunny, já. Hvernig getur þú gleymt Benito? Nei, Benito, I'm so sorry, baby. Nei, þetta bara vá, þetta dættu úr mér. Já, settist niður í honum. Og við var bara eitthvað svona að syngja, þú veist, að ég kunni bara hvernig allar textan á spænsku og... Er hann ekki spænskur eða? Trevor Noah, ég held ekki. Ekki? Nei. Hann kann diskur eitthvað.
Já, allan að þú veist. Ég veit það ekki. Ég hef ekki hugmynd, það sé bara bandarískur. No idea. Kannski er hann kanadískur, en ég veit ekki, þú veist að ég er svona, mér finnst það skemmtilegur. Hann er South African comedian. Veit. Hann er ekki spænskur. Nei. Allt múlíkt. Allt múlíkt mann, já, þú veist, en það var svona, hann var svona augljóslega búin að leggja þetta bara á minnið. Já, til þess svona að gera þetta fyrir framann Benito okkar. Já, getur verið líka hann sé bara big fan of the song. 100%. Það er það geggjað, já. Ég veit ekki, mér finnst hann alltaf bara skemmtilegur og hann alltaf var aðna með kommenti á Nicki Minaj. Það er alveg svona, fólk var svona þegar það sagði eitthvað. Svipirnir aftur og þessu fólk var bara ekkert að fela svipina sína var svona, hver var það hann? Chrissy Teigen? Nei. Já, Jennifer Hudson eða eitthvað líka. Það voru bara grættu sér, sko, þegar hann sagði nefna þeirra. Já, maður veit ekki hvort, þú veist, er það því að það eru vinkonir eða bara því að það er hatana, skilur við? Það er bara, þú veist, anti-Trump, sko. Hvað er í gangi þar, sko? Hvað er í gangi? Við getum ekki verið frá Bandaríkjunum bráðum og þeir svona kíkja á allt sem við hefum sagt, þannig að við skulum bara halda kjaftin. Við skulum skrolla fram með þessu, þið veitum bara að við erum sammála. Við getum sagt bara Bandaríkjafórseti. Já, Bandaríkjafórseti, við erum allan að sammála ekki honum. Já. Þú veist, alls ekki. En svo er líka ógeðslega margir, þetta var mjög svona stórt kvöld, þú veist, hann kom með þetta Nicki komment, hann Trevor Noah, viti hver ekki hérna kvöld, Nicki Minaj, og fór að segja hann Já, svo segir hann bara wap, wap, wap. Nei, Jú, hann sagði það endan. Wap, 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 skilur, that's not Nicki. Hann sagði Nei, en hann hélt áfram og sagði að hún væri núna í Hvítahúsinu að rífast við Bandaríkjaforseta. Já, en svo enda hann á wap, wap, wap. Já. Svo segir hann líka eitthvað við Hailey, eitthvað með rót, skilur, eitthvað afslöðakóða, eitthvað. Hann man ekki, hann sagði eins og, þú veist, var hann, passaði ekki við rétta orðið yfir vöruna, ég man ekki hvað hann sagði. Hann sagði eitthvað lip treatment, eitthvað. Já, eitthvað svona, ekki peptides. Já, ekki the correct term, skilur, svona. No, they're facts. Líka svipurinn á Justin þá, hann var bara... Nei, hann var nýbúin að hrósa Justin gett mikið. Justin satt hann að bara valla brosti, en brosti svo þegar hann kom með Apple, iPhone kommenti. Já, en svo þegar hann sagði Hailey branda, þá var hann... Mér fannst hann Bieber vera svona svipur allt kvöldi. Hann er alltaf í fjölbúki, sko. En hann var flott performance. Mér fannst það. Það var alveg skipta skoðanir. Er það? Já, ég er búin að sjá bara giving me nothing. Mér finnst bara eitthvað allar gælur sem voru eitthvað tíma believers búin að setja í stóriðar og missa vatni yfir sig. Ég er að sjá bara svona rating, allar rate performance, þá er hann bara einaðum öftustu. Ok. Bara svona gave me nothing, eitthvað blöð. Mér finnst það geðveikt. Já, ég finnst það bara svona einlægt. Já, ég elska bara, þú veist, ég elska líka svona acoustic versions, skiluru, og Yukon er svo geggjalag, skiluru. I liked it. Já. I liked it. Ég bara röddina sem náttúrulega alveg unreal, sko. Já. Insane. Mér fannst það bara eitthvað svona innlegt og svona, þú veist, ég fekk ekki sama væp og maður oft fengi væp frá Bieber, bara, vá, það nennir þessu ekki. Já, bara eins og sé líka bara eitthvað útið, bara ekki rétt á staðinu. Já, ég fekk ekki það. Nei. Hann var stripped down fyrir stripped down version of Yukon. Elska. Og líka, þú veist, Hailey, she said 1,000 words. Lock it. Fucking, þau eru bara dúlulís mín, sko. Þau eru svo mikla dúllur og þau eru svo, þú veist, og maður sé svo mikið, hún er the brains, sko ég meina. Svo þetta litla múf. Hún er mother. Hún er bara, myndirnar aðeim eftir á hana þegar þau eru komin í hinn outfitin, í lyftunni. Goddamn Babaloo, sko. Og ógeðslega flott líka bæði bara black head to toe, skilur, með litlu nælurnar sínar, eyes out. Það var gott statementi núna á þessu. Oft þau fara svona oft framhjá okkur mikilvæg. Já, nei, þau voru ekki alveg, þau skauti ekki neitt, sko. Ég fíla það. Ég elska það. Það hefði kannski fleiri mátt taka það, þannig mjög margir stórir. Mjög margir, já. Það var mjög flott. Og það er bara svona mikilvægt. Þú veist, stærstu velunin, þú veist, þau sögðu þetta. Já. Skilur, þú veist, auðvitað mikilvægt að allir segja þetta. Þú veist, engin spurning. En þú veist, Bad Bunny var búin að tala spænskunum allan tíman í ræðinu sinni, en segi svo þetta. Já. Það er sátt, skilur. Líka bara svo mikið statement með hann, skilur. Já, nákvæmlega. Að hann vinni, skilur. Einmitt. Og Billie Eilish líka, þegar hún sagði eitthvað svona, you can't be an immigrant on a stolen land. Einmitt. Back to the roots. Oh, fuck you.
Stressaður það? Ég veit það, ég aldrei bara hrætt að fara til Bandaríkjanna, sko. Ég er ekki, þú veist, er ekki hann vinnur okkar? Já. Hann Óvinnur, nei. Nei, alls ekki vinnur okkar. Hann þið veitir, kallinn í Hvításunni. Það er líka bara, hann að fara að kæra Trevor Noah og eitthvað? Já, fyrir kommentum með Nicki. Með raskandi á sér. Og svo sko Nicki sagði hann. Nei, hvað svo? Bara það veit allar að hann er hommi. Já. Hvað gerast? Hvað að ykkur? Er þetta ekki fullari fólk? Nei, þetta þú veist, fullari fólk. Nei, ég veist það er fólk sem er yfir heilu landi. Já, þetta er eitthvað. Hvað meinar það? Þetta er bara eitthvað leiksýning. Við erum ykkur trúmann svo, sko. Þetta er skrítið dæmi. En já, það var flott svona, statement sögð þarna. Hvernig fannst þið þess að brýna? Iconic. Þetta var svo flott. Já. Hún er alltaf bara með þau störlað performance. Já, og she puts on a show. Hún er theater kid, I love it. Hún er a showgirl. Sko. Já, I love it. Já. Hún var náttúrulega í svona main performance. Og þú veist, já, captain of the baggage claim, love that for her. Veistu það? Geðveikt. Why not? Já. Nei, hún er bara geggjuð og þú veist bara, mér veist röddinn hennar alltaf líka að vera bara sterkari og sterkari, sko. Já. Með hverju svona live performance. Já, og svona er alltaf á hlaupum. Mér veist það er bara, þú veist, she put up a show, sko. Þú veist, það er bara ógeðslega gaman. Já, I love it. Gaman, sko. Já, þetta er bara leikaritt, sko. Já, en það er bara gott leikaritt. Já, hún er svo flott. Hvernig varst þið Lady Gaga? Performance? Já. Ég vil bara vera alveg hreinskilin ekki búin að Nei, hún leikur bara með. Er það ekki? Hvað tók hún? Ég veit ekki hvort að ég sé bara ekki fan eða ekki. Ég er hrifin. Ég er hrifin, en ég veit ekki, þú veist... Var þetta sjó? Þú veist, það er ekki það memorable fyrir mér. En ég veist alltaf fólk setja hana nummer 1. Já, sko, Lady Gaga var alltaf með svo hellu sjó. Já. Sem ég gleymi. En núna finnst mér öll sjóin bara vera eins. Nei, nefnilega ekki. Jú, mér finnst það. Finnst þið það? Er það hjá henni eða hjá öllum? Nei, henni. Hjá henni, já, ég samla því. Hvað var hún daginn að við erum með svo allir að missa því, skilur, hún var flottst af, þegar Tate McRae var líka. Já. Jú, hvað var það aftur? Ég man ekki. Mér finnst það bara alltaf vera eitthvað svona einskett, dark eitthvað, þú veist, ég veit það ekki. Já. I don't know, en þú veist, náttúrulega við erum bara öll með sikkur áhugamáli, skilur, hún er bara ekki on my radar, skilur, eða roster eða whatever. Þannig að ég er ekkert eitthvað, fylgjast þannig með henni. Nei. En svo Bruno Mars líka með þetta ógeðslega leðilega lag sem ég hata. Ég veit ekki af hverju ég hata þetta lag svona mikið. Veist ekki af hverju, það er bara mjög auðvelt svar, þetta er bara fokkilega leiðilegt. Ok, takk. Mér líður bara þessi eini í heiminu sem hata þetta lag. Þetta er glata lag. Já, þetta er ógeðslega leðilega lag. Þetta fyrir svona mína bara histu taugar, sko. Þú veist ekki hvað ég hata þetta lag mikið og þú veist ekki, ég veist ekki hversu oft ég þarf að hlusta þetta í mjá formi. Ói, barasta, já, ég hef einu sem heyrst að emblu, sko. Mjá. Ói. Já. Ég bara, sorry, þið þurftu að heyra smá brot. Nei, alveg, það er ógeðslegt. Vá, þú veist bara, þú ert svo sterk kona. Bara að sitja hér eftir að hlusta á mjá. En þá verður útgáfa þessu lagi. Ég veit það. Oh my god, já. Þú veist, allavega er K-popið, þú veist, Demon Hunters, það er þó... Það er betra, miklu betra, já. Hitt er bara, það er fyrir eitthvað í taugunum, ég veit ekki af hverju. Eitthvað bara í öllum. Já, ok, þú veist, ég man hvað ég var, ég heyrði þetta fyrst skipti. Aha, hvað varstu? Ég var á Kylie viðbyrnum. Já. Og það var... Einmitt, þú hefur talað þetta. Já, og ég var bara, þú veist, við vorum öll bara að dansa eða eitthvað næslegi. Svo kemur þetta lag og allir byrjaði bara... Og ég var bara... Vá, ég var bara svona second hand embarrassment. Ég trúi því. Og ég sagði, og ég bara, hvað fucking lag er þetta? Já. I wanna jump off the cliff, sko, það var cliff. Mér finnst þetta að vera lag fyrir 4 ára. Út af því að 4 ára dóttir mín hlustar á þetta. Já, þetta er það, sko. Já. Og þegar ég sé fullorðna að dansa Nei, ég segi, þú veist, ég gæti ekki staðið upp og dissa mér. Nei. Ég gæti ekki. Og það var alltaf að syngja með, ég bara, nei, this is for children. Já, þetta er fyrir 4 ára. Þetta var en þau tóku þetta, Bruno og Rose já, Rose eitthvað já. Bara aldrei hlusta allavega eftir takk. Svo Tyler, the Creator já. Hefur einhvern tímann dottið svona inn í hann? Ekki nógu mikið. Ég þarf að fara. Já, mér líka. Við erum að taka deep dive á Tyler, við erum að skrifa þetta niður, það er topic sem við þurfum að taka. Mér finnst það ógeðslega vinsæll, skilur, og ég veit að hann það, en ég hef aldrei náð að detta inn á hann. Nei, I need to know more. Já. Hvað, þú veist, ég held að hann var lengur retired. En það, ég held að hann var svona gamall.
Eða bara hættur? Ekki, ég meina ekki alveg þú veist retired tried. Ég held að hann væri bara svona svipum aldrei og þú veist, kann ég og eitthvað skilur. Já, einmitt. Nei, hann er bara ungur, sko. Hvað er hann ungur? Ég veit ekki. Nei, en við líður bara, ég man eftir hann þegar við vorum litlar, þá var hann geðveikt vinsæll. Þegar við vorum úlingar, skilur. Einmitt. Og ég vissi ekki að hann var bara ennþá að. Já, ok, hann er bara 91 model. Já. Vá. Þú veist, ég vissi ekki að hann hæri bara ennþá að gefa út nýja tónlist og væri bara eitthvað á Grammys, sko. Nei, einmitt. Ég er hrifnaði, ég þarf að hérna kynna mér hann aðeins. Já, ég segir að við þurfum alveg svona aðeins að skoða betur hans mál, sko. Já, því hann er alltaf skemmtilegu karakter, sko. Já, hann er það. Maður hefur síðan hann. Eitthvað fashion icon og eitthvað. Flottur, sko. Já. Pharrell Williams var greinlega líka með ég mista því. Já, hann skemmtilegur. Clips. Er það Pharrell eitthvað að gera eitthvað nýtt eða? Ég veit ekki með tónlist, þannig að hann er líka rosa mikið að skrifa fyrir aðra, sko. Já, hann er svona retired, þannig eða þú veist, að ég held. Hann gefur líka út smá, en svo er hann alltaf ógeðslega mikið inn í, þú veist, hann var hönnur hjá Louis og eitthvað, sko. Já, bara inn í fashion heiminum. Já, þannig að ég veit ekki alveg hvernig hans mál standa í dag, sko, var þetta hans eins tónlist. Nei, einmitt. En hann er líka mjög skemmtilegur, svona skemmtileg típa. Já, hann var alltaf mjög góð back in the days, sko. Já, hann er mjög likeable, svona, þú veist, þótt maður viti lítið hann einhvern veginn. Einmitt. Að maður heldur, með því sem við vitum. Já, einmitt, þú veist, það er bara eitthvað. Svo er það, sko. Sem við vitum núna. Já, en Við erum ekki tekið dítið. Nei, svo hann var að vinna eitthvað Grammy núna. Með Pharrell. Já, kom þegar ég googla hann, það kom eitthvað svona búbla, ég náði ekki að lesa það. Þess að viti, hann vann eitthvað. Pharrell? Hvað þýð þetta? Veit ekki. Veitu, won 2 awards at the 68th annual Grammy Awards. Hann vann 2 allavega. Það kom bara svo búbla. Þú veist, fyrir hvað? Ég veit ekki. Hérna, best rap performance. Ok. Hóverst. Við erum eitthvað að missa af ykkur innan, sko. Við erum eitthvað að fylgjast aðeins með, kannski. En Sarah Larsson. Já. Hún var með performance. Hún var með var hún ekki með eitthvað svona performance sem newbie eða? Jú. Það var svona main ceremony og svo var eitthvað svona best new artist segment og það var Addison Rae, Alex Warren, Cat's-Eye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Somber og Marias. Voru þau öll að flytja? Nei, þú voru ekki bara tilnæmt sem best new artist. Kannski. En mörgum voru að flytja. Já, Alex Somber, Warren. Olivia Dean, jú. Cat's-Eye, Alex Warren, þú veist, ég held að þau voru öll. Já, þetta er eitthvað, allir sem fluttu sem hluta sérstökum best new artist melody atriði. Þetta var einhver atriði fyrir the newbies. Já, sérst hvað Addison Rae gerði? Já, ég sá hennar performance. Já, sniðut hjá henni að byrja eitthvað svona backstage. Já, það var líka með Cat's-Eye og eitthvað. Það voru allir með eitthvað svona svipað öðru í þessi væp. Já, ég fílaði það. Já. Ég ætla að fíla hann eitthvað svona inn í rútinu. Já. Það var svona smá öðru í sig. Það var allir með svo mikið sett eitthvað. Já. Fannst það ekki? Nei, ekki allir. Jú, ekki allir, en allavega Cat's-Eye og Addison Rae og náttúrulega Sabrina. Já. Og örgulega leitkaka. En svo þú gerðist fyrir Alex Warren. Já, ósæðlega. Hann var að syngja sérst ordinary taka og þú veist, það var eitthvað svona bara þú veist, hljóð malfunction í eyrunum hans, þannig að hann heyrði allt svona tvöfalt einhvern veginn. Þannig að þú serði alveg þegar þú horfir að performance hann að taka þetta úr og það var hann eftir. Já, það heyrist alveg vel. Það heyrist, það er svo ógeðslega vont. Já. Þú veist, það gerðist fyrst á Grammy-verðlaunum svo leiðilegt. Einmitt, ömurlegt. En já, þú veist að þegar þú ert upp á sviði þá heyrist öðruvísi, þú veist, þú þarf alltaf að vera með eitthvað að senda. Bara þess að við erum með liveshow, þú þurfum að vera með það nálægt okkur svo við heyrum ekki eitthvað svona eftir á. Þannig að það er ömurlegt. Já, hræðilegt. En þú veist, vissulega, gefa honum það, þó þrátt fyrir þetta, þá er hann búin að fá meira umfjöllun heldur en hann kannski hefði fengið. Já, það er rétt og hann stóðu sig vel þrátt fyrir. Ég hefði fríkað. Hann var alltaf með vocals on point, skilur. Satt, hann var með það. Þó hann var ekki on the beat, niður, en það er ekki honum að kenna. Nei. En mér finnst hann bara búin að vera að fá jákvæð umfjöllun eftir þetta, skilur. Já, og þetta er bara mannlegt, skilur. Já, tæknilegt. Já, að þú veist, tæknileg mistök, mannleg mistök, nei, einmitt. Það er verra en það hefði verið falskur eða eitthvað, skilur. Satt, það er miklu verra. En Sarah Larsson var ógeðslega flott. Hún var styrluð. Hún var alveg styrluð. Hún tók svona rólegt versjón. Já, einmitt, það tók allir svona acoustic versions einhvern veginn af öllu. Ekkert allir. Nei, margir. Já, en mér var svo ógeðslega gott call hjá henni
þú veist, að því að hún vissi kannski, þú veist, ég veit ekki, bara in my mind, þá bara vissi hún til dæmis að Sabrina Carpenter væri að fara að vera með performance. Hún veit að, þú veist, en heldur að sumir fái bara meira budget í, þú veist, performance og set og eitthvað þannig, menn sumir fá bara, þú veist, þú ert bara þú. Já, skilur. Það getur líka alveg vel verið. Hún, þú veist, hún kannski ekki the main. Það getur líka alveg vel verið, sko. En svo líka hún með svo geðvika vocals að þetta bara hennar tími til að taka þetta svona, skilur við. Það heyrir svo miklu betur þegar þú ert ekki að horfa á geggjaða dansatriði, skilur við. Og hvað best að gera það? Annars það heldur fyrir fram alla hina tónlistamennina. Já. Þannig að hún var slaying. Hún var svo flott með þess. Hún alveg, sko. Þú veist bara, röddin hennar, eins og þannig tekur hana the bridge, skilur við. Hvernig, þegar maður hlustar á þetta í laginu, ég get ekki leikið þetta eftir. Nei. Þú veit ekki hvað er tala. Já. Hún hljómar eins og sé editið. Já. Autotúnið, af því að þú veist, svona partur, svona bridge er alltaf editað. Bara hvernig fokkanum er þetta ekki editað? Ég veit það, hún er rosaleg. Þetta er andið sturlaðasta rödd sem ég veit sko. Já, hún er rosaleg, sko. Það er alveg bara, í dáðstæðinni. Já. En, já, ég að fara yfir bara svona nominees og winners. Já, stærstu sigrana. Já. Stærstu sigrar kvöldsins, þá var ég skemmtilegt að kíkja við það. Ég að byrja á Album of the Year. Ok. Það var tilnefndir Justin Bieber fyrir Swag, Sabrina Carpenter fyrir Man's Best Friend, Clips, Let God Sort Them Out, veistu hvað það er? Lady Gaga, Mayhem, Kendrick Lamar, GNX, Leon Thomas fyrir Mutt og Tyler, the Creator fyrir Chromacopia. Og vinnurinn var Bad Bunny. De Pridiarmafotos. Oh la la. Það var að læra spænsku, sko. Já, þarna skrifa hann í sögubökunar sem fyrsta spænska platan sem vinnur þetta. Það er rosalegt. Já. Ég er svo stolt af því. Nei, svo stolt af því. Og bara einmitt, þetta er svo mikilvægt líka bara í ljósi, eins og vorum að ræða hann, bara í ljósi umræðina og í ljósi allt sem er í gangi. Algjörlega. I love this. Hann var mjög skilið. Tók mómenti, satt svona. Já. Það var bara, ég þarf að hugsa þetta. My Sheila. Það var svo fallegt. Hann var bara crying, sko. Dullumúsi mín. Þú veist, líka erum að gleyma að nefna það að hver var presenting the awards. Nei, sko, Harry okkar style. Nei, og hvernig labbaði fram? Baby, where's my husband? Bara sá sem valdi þetta lag fyrir hann. Þú veist, pældi, kannski you get a race. Já, you get a fucking race. Nei, hann valdi þetta ekki sjálfur. Það væri svona sem fyndi hann að setja hann á husband. Nei. No. Hann er potið að samflíka það sá. Nei. Jú. Þetta er bara haldi. Svo hann mætti, hvað? Hann mætti á Grammys bara nokkru mínútum að hann átti að fara på svið, sko. Aha. Já, þess að hann var ekki á drauglinu með neitt, sko. Ok. Alveg bara, þú veist, þá líka allir að kommenta undir bara eitthvað svona ballerínas. Bara eitthvað svona hvað var allir að kommenta bara eitthvað svona eitthvað, ég man ekki en þú veist, það var basically showing up occasionally. Mitt. Það var mjög gott, sko. Besti minn og þeir þarna, þú veist, já. Að knúsist þarna, alveg. Kendall Jenner. Knows how to pick 'em. She got great style. Já, great style. Neist í alvörunni, wow. Þú veist, þegar það er ekki þessir körfuboltaspilar, þá er bara topp tónlistamenn. Topp tónlistamenn eða leikarar, þetta er frábært. Nei, beti, það var ekki hún. Allt í henni fór ég að muna eftir hann að Bella Hadid og hennar gæði að rætt saman. Weekend? Hæ? Nei, hún var með okkur kápa í hana. Bella? Algjör útsnúningur. Ó, já. En hún var alltaf með Weekend? Já, back in the days, já. Í mörg ár, já. Já. Ég er að tala já, hún var að hætta með gæjan sem bara núna daginn. Já, ok, nefnum meitt. Með kúrikanum sínum? Já. Og það er alltaf að segja að hann hefur toxic og eitthvað. Allavega, Record of the Year. Eitt en þú veist, DJ er ennþá bara happy með Bradley Cooper. Það gleymist. Það gleymist svolítið mikið. Hvað eru þau? Því ég sé svona myndir af þeim sem pop upp saman. Já, DJ er með Bradley Cooper. Veistu við ekki ræða það nú? Nei, það er ekki rætt nú. Nei, það er það ekki. Hvað er, þú veist, já, það er mjög undalegt. Einkennilegt. Þetta ætti að fá sér þátt. Já. En Record of the Year. Record of the Year. Það er Bad Bunny, Billie Eilish, Doja, sem er með hana Anxiety, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan. Hvað, Sabrina Carpenter, Manchild? Já.
og Rósi og Bruno Mars en sigurvegararnir voru Kendrick Lamar og SZA með Luther. Það er geðveikt lag. Það er geðveikt lag. Hvað var þetta munun á rekkur? Er það bara... Við reyndum eitthvað að fara yfir þetta. Ég veist að það er náttúrulega ekki þá er það bara allir... Það er ekki albúm að því að Nei, það er record og song, þú veist, það er líka munur þarna á milli. En munur... Það var eitthvað svona allt svona... Já, það var svona framleiðslan. Náttúrulega vídeóða meðan Child náttúrulega styrla. Já, meðan song var bara, þú veist, texti og svona, eða eitthvað svona, og ég veit ekki. Já, en Song of the Year, það er Lady Gaga með Abracadabra. Nei, Song of the Year og Billie Eilish og Phineas með Wildflower. Nei, ég segja tilnæmum. Ó, já, sorry. Spoiler alert. Ég þúl ekki Abracadabra. Ekki heldur. Það er ömulegt. Ég finnst að minna mig á Abba-Dabba-T. Í sammála. Right? Þetta er svona giving same Ég held mörg ára Abba-T hérna væri með Lady Gaga. Já, ég líka. Í mörg ár. Það já, í alvörunni, ég líka. Já. Og þessi lög 2 makes me angry. Okay, það er eitthvað hjálp. En hérna... Hvað getur Sunna að fengja hjálp? Hvað ég hérna Hvað ætlar að segja? Ég ætla ekki að segja þetta Doshi, hérna, Anxiety Akkur lífum svo það sé eldra Anxiety Ég veit ekki Hvað heimur þetta Song of the Year? Ég veit Sorry, mér finnst það smá svona weird, sko Abba-Dabba-T er hérna líka, tilnæmt Kendrick Lamar, Luther og Sabrina Man Child en vinnurinn var Billie Eilish Wildflower. Falleg lag. Það í botni út í bíl. Fokk, ég gera eftir. Ég gerði það á hann, sko. Og fyrir það og ég er bara fokk já, sko. Fokk já. Getur kveikt á karaoke-nu þínum bíl, sko. Og það er alveg tekið Wildflower. Það er með karaoke. Fokk, sko. Nei, hún átti það mjög mikið skili. Já. Þetta er gorgeous lag. En svo erum við með Best New Artist og þar tilnefndir Addison Rae, Alex Warren, Cat's Eye, Leon Thomas, Lola Young, The Marias, Olivia Dean og Samber. Og Olivia Dean tók sigurinn. Yes, there. Ég þekki bara þetta eina lag með henni. Where the hell's ma? Nei, það er Rae. Það er Rae. Það er lag sem mjög líkt þegar í lagi. Já, betur hennar lag er að Man ekki alveg hvernig það heitir. Fokk, hvað heitir aftur? Þetta er mjög frekt lag í dag. Það gefur það sama vibe og hitt. Right? Sko. Jú, ég skil miskilningi. Það heitir Rae. Já, það heitir Man I Need. Já. Man I Need, talk to me. Já, það er mjög gott lag, sko. Mjög gott lag, sko. En þú veist, hún eitthvað segir í ræðin sín bara, já, við erum búin að vera að vinna þessi 10 ár og hún er verið að vinna þessi Best New Artist, skilu. Já. Og ég bara svona, hvað er hún gömul? Af því að, sko, hún lukkar ótrúlega ung. Röddin er svo fullorðin. Já. Ég held að það var miklu eldri gæla sem átti þetta lag, sko. Já. Hún er bara 99 model. Einmitt. En það kemur óvart að því að hún er svona, þú veist, ég er bara eina lagi sem ég veit er þetta og mér finnst það nýkomið. Já. Mér finnst það bara komið í janúar. En það er svona mörgum sem líður þannig með Söru Larsson. Potið, sko. Fattur þau? Þú veist, við bara þekkjum hana svo vel. Já, en hún er Best New Artist. Akkur er, þú veist, hvað er hún, vinkona mín, hún Sara? Í hvað flokki? Hún var tilnefnd fyrir hvað? Er það svona pop performance eða eitthvað? Nei, það var eitthvað... Ég er örugglega með það í next sko. Ég man ekki. Nei. Það var eitthvað, var það ekki líka? What the fuck? Býta eins? Já, við erum að finna það. Augnablik nú? Augnablik? Býttu. Ertu búin að finna það? Hún var nominated fyrir Best Dance Pop Recording. Sem er fyrsta þá, fyrsta hennar. Fyrsta Grammy nomination. Já, sem hún vann ekki. Nei, hún vann það ekki. Hver vann það? Sæðu það? Ég man það ekki, veitu. Skal teka? Æ, hvað er þessu? Já. Sorry. Tæknilega erlegar. Ekki smá. Lady Gaga vann það. Ég veit það. Fyrir Abracadabra. Abracadabra. Já. Ok, við erum bara smá haters. Bara eitthvað við þetta. Bara þetta lag, ég elska Gaga, sko. Elskar nefnilega Gaga, en þetta lag kismið Já. En þú veist, það er náttúrulega eitt sem á bara alls ekki gleymast. Það er okkar eigin
Laufey fucking Lín. What a queen. Mama, I want another Grammy. Gríns. Geðveikt. Hvað var hún flott? Stjöfill var hún flott og hún svo veist, og líka þetta bara make-up hennar þú veist, hún var í hérna ógeðslega fallegum kjól frá Miu Miu sem ég by the way, þú veist, bara til þess að aðeins að blása í okkar einu hóttina mér fannst það smá svipaðar liveshow kjólum okkar Já, bara gett mikið slei Varst ekki, var það ekki smá að gefa hann bara svona fjólublá útgáfa á liveshow kjólum okkar, sko Þú veist, hann var að gefa það væp, sko, þegar ég var ekki fann að sofa þegar hún var mætt á teppið og ég var ekki fann að sofa þegar hún var bara að vinna Grammy-verðlaun og ég var bara hvaðan þessi fucking kjóll því ég var bara, hún í Albína Díglókjól það gæti alveg verið sko. Já, klálega Þú veist, margar stjörnur verið í kjólum frá, þú veist, sama hönnu og við keyptum frá liveshownum þannig ég var bara, oh my god, þetta en þetta Miu Miu ógeðslega fallegur svo make-up hennar var Chanel Chanel Beauty sá það, þú veist, hún var tökku í eitthvað svona og þú veist, bara, þessi bara það var svo þetta var svo mikið hún og bara makka svo fjólblá línu bara í alvörunni we're so proud of you, Laufey Já, þú veist, var fyrir utan það þú veist, þú átti það svo skilið fyrir plötuna eina en þú veist, þú varst líka bara svo flott Gorgeous Hún var svo flott Já, flottast það Já Ég er svo spennt að fara hann í mars Herði, bæðu Já, við erum alltaf að fara Já Hvað sífum minn? Veit ekki Ég var dottin í gólfið Ég var að sjá, fara hann Instagram með hennar, Laufey Ef þú lækar, ég þarf að önnuleika, þú þurfum að læka allt þessu ef þú læka myndina og kemur svona special edition Já, og hún er líka með lit á sínu Instagrami Oh my god Varstu búin að sjá það? Man ekki eftir, jú, já, hún er með grænt Hún er svona grænt Já, og svo þú veist Já, hún er með svona sérstakann ramma utanum, veitu hvað ég læka Hún er með customized Instagram, bara ef þú lækar efsta Ertu að djóka? Nei Fara að læka myndina, þetta er rosalegt Já, þú þarft ekki að læka en svo getur bara double lækað Hún er bara að sjá bara eitthvað Sunneva Já, hún sér bara Nei, ég læka allt núna sem ég er ekki búin að læka Oh my god, ertu að djóka? Það er ekki, ég aldrei séð svona Nei, sko, og ég follow svo margar stjörnur Já, við erum að taka screenshot af það og setja í story Þetta er rosalegt, já Okkar er, jú, það Þetta er ógeðslega mikið slei Þú veist, hvað er hún mikið slei? Ég þurfti að læka eftir, já, þessu líka Oh my god Hún er svo mikið queen, I can't I cannot Oh my god, hún er svo flott Já, love her Vá Já, ég er mjög spennt að fara á tónleikana í kórnum Já, ég var ræðið í útvarpinu Já Hún alltaf, hún fekk hérna Chris Darren núna á okkur tónleikunum Þannig að glíkurinn Darren Chris Sættu auðvitað, já og við höfum talað náttúrulega fengi Hamilton vinn okkar og okkur svona á tónleikana sína Hún er svona alltaf með eitthvað svona eitt gest Hver verður gesturinn á Íslandi? Íslenski svona theater-kid Hver það? Þau En sko, þegar ég var ræðið í útvarpinu þannig að ég fór bara á mánudeginum rétt eftir að Grammys voru nýbúin vorum að ræða þetta, hver ætli við verið gesturinn Ég segi, hann bara það hlýtur að verða herra Aha, já, því hún er svo mikið fan Ég veist að því hún setti þarna L. Egils undir þegar hún árita plöturnar og þú veist, fansin hennar voru byrjað að hlusta á hann allt í henni Já, íslensku Já Það var áhverjum að sjá. Það verður, ég meina, Eva, sorry, herra, þú veist, þú stór allt það, sko, en ef þú fær það sjá, what the hell? Það er insane. Það er insane. Það er alveg smá insane, sko. En það var geðvikt. En þú veist, ætlaði að verði ekki bara Björk? Já. Þú veist, þú ætlaði að verði ekki bara eitthvað Kaljó? Já. Þú veist, ég er hugsa svona, þú veist, ég veit ekki, stóru. Já. En kannski er þetta gert, þú veist, þetta er við Íslendingarnir erum að mæta, kannski er þetta gert fyrir okkur. Ég held að sé líka alveg fólk, þú veist. Erlend? Já, ég held að. Það var geðvikt? Já. Þú veist, ég held að eins og við viljum sjá Harry í UK, að fólk vil sjá Laufey á Íslandi. Já, annað fólk er að mæta, já. Ég held að fansin er að sé alveg ferðast um. Já, 100%, en það er svona ógeðslega mikið af Íslendingum. Já. Nei, ég veit það ekki. Ég held að vera alveg íslensku gestur. Já, það gæti alveg verið, já, 100% allavega ykkur af þeim. Já. Vákveð spennt að sjá. Líka, og ætlaði að verða það sami, við erum á aukatónleikunum. Já, örgulega ekki. Oh my god, það er svo spennandi. Já. En vá, Laufey, þú bara, þú veist, ég man eftir þættinum sem við tókum upp fyrir 2 árum, þegar þú fyrst fyrstu Grammy-verðlaunin og hér er við komin. Já, number 2. Wow. Var það ekki fyrra? Var það hitt fyrra? Ég held að vorum í gamla stúdíónu okkar. Það? Já, mér minni það.
og við séum a moment of silence. Já. Bara mínútu þögn fyrir þennan heiður, sko. Einmitt. Þetta rosalegt. Já, þetta crazy. Herra, hvað meira gerast? Sko, fólki finnst Sabrina hafa verið smá robbed. Það fólk har náttúrulega engin velið núna. Nei, já. Hvað finnst þér það? Hún var nominated fyrir hvað? Best Pop Vocal Album og... Já, Best Pop Vocal Album. Hver tók það? Lady Gaga. Já, Lady Gaga tekur alltaf allt, sko. Já, það var pirrandi. Já. En ég sá. Já, en hérna, já, og svo var líka hérna með song og... Já, ég skil. Og record. Já. Og... Ég skil. Og album. Já. Hún hefði getað fengið eitthvað að þessu. Eitthvað að þessu, já, í sammála. En þú veist, maður skilur samt alveg Wildflower, Luther. Já. Þetta er svona, að þetta er svo stór lög, sko. Þetta er Grammy-verðlaunin. Þú veist, hún myndi klála að vinna þetta í MTV Awards. Grammy yfirlifilegt svona. Já, ég held hún vann eitthvað þar. Spotted, skilur, þú veist það sem ég segja. Algjörlega. Já, en þú veist, hún vann alltaf 3 í fyrra, sko. Þannig að, kannski næsta ári. Já, kannski. En hérna, já, svo fólk að shippa náttúrulega Sabrina og Bad Bunny. Oh my god, erstu bara að sjá þessar nýja myndir af Barry Keating? Af fyrirvændi kæristum hennar. Barry? Já. Já. Eftir að ringa á Star, hana, Kárgölluna. Já. Já. Hvað gerast? Erum við ekki bara að sjá hann eins og hann er? Er þetta Hárgöllu? Já. Ok, gott. Hann er að leika í Bítlunum spólu. Já. Þetta er Bítla Hárgölla. En ég sé bara sviss, annars bara var hann að láta að vaksa svona mikið. Efast að maður og hans aldrei getur sopnað í þetta. Það er svolítið, interneti er ekkit eðlilega leiðilegt, sko. Alveg bara taka þessar myndir og bara guð. En það var enginn að fatta hvernig hann væri að leika. Nei, þú veist, það fólk hefði bara að þetta væri bara hann að flexa the new hairstyle. Hún væri bara get proud of it. Já. En ég meina, þú veist, he should be proud of it og allt það. Why not? En hérna, shit, ef hún og Bad Bunny myndi byrja saman. Þau lúkka alveg vel saman. Það myndir að þeim. Sástu líka, var hann ekki, hérna, hvort var hann að performa? Hann var ekki að performa, nei, hann performaði ekki. Nei, máði ekki. Já, auðvitað. Út af Super Bowl. Ég mitt. Hann var hérna... Og Trevor Gæði var ekki að reyna að fá hann upp að svið, bara please. Já, þess að var líka að reyna að láta hann syngja við hliðina sér. Já, af hverju má það ekki? Hann er bara okkur samning, hann má ekki performa eitthvað sanga til. Já. En hérna, þegar hann var með ræðinu sinna, þá var alltaf myndað að fara á Sabrinu, sástu það? Já. Hún er eitthvað sleikja sem var, þetta er bara, I get you girl. Já, en þú veist, fólk er komandi bara, hún er aldrei haldin þessi tárum, að þetta er emotional, skilur. Já. Þetta lúkkaði svona eins og hún var með svona kökk í hálsinu. Já, eða hitt. Já, kannski. Eða bara, hello. Bara, nei, myndi við voru að spjalla saman, já, bara, falleg mynd. Já. Vistu. Vá, hvað hún var flott kjól. Hún var geggjum kjól. Hann var svo látlaus og elegant og fallegur. Var þetta ekki eitthvað Valentino? Er það? Valentino var alltaf að deyja. Og það er eitthvað svona... Já, tribute. Já. Ég ætla að fara með rétt mál samt, ég ætla að tjekka. Já, en hann var bara... Valentino. Þetta var mjög svona svipað svona væp og hérna kælikjöllin daginn og Golden Globes. Sko, minnst þessi meira romantískur. Já, meira svona Sabrinu útgáfan honum, skilu, ekki svona Instagram baddie. Þessi svona romantískur, elegant fáaður, hún með hárið uppi og mjög látlust make-up. Já, hún gerir það stundum. Hún var svona... Hún er stundum bara svona með no make-up, sko. Já, þetta var svona þannig og bara, það lætur hennar inner beauty, svo skinny gag. Alveg gorgeous, sko. Vá, hún var svo flott. Ég elskaði þennan kjól. Já, hann er styrlaður. Bara, þú veist, hvað maður bara eitthvað svona... Þetta var bara svona, ég mætti á Grammy-verðlaunin. Já. Skilur, þetta var svona, Það er líka svo sjaldan sem maður sér henni í síðkjól. Já. Hún er svo oft í stuttu. Mér finnst líka, þú veist, kannski bara call me old school eða eitthvað. Þú veist, svo, sástu hvernig Tiana Taylor var klædd? Ok, en Tiana Taylor, her body is tea. En her body er bara, þú veist, það er ekkit, wow, bara, what the hell. Þú veist, ef ég væri svona vaksin, þá myndi ég líka klæða mig í þetta, sko. Ég veist, 100%, ég er ekki ósammálaði, en ég er samt svona, þú veist, ég er ekki að setja út á Tiana Taylor, bara don't get me wrong. Ég væri svona klædd öllum stundum ef ég væri svona. En þú fattar, skilur, þú veist, hún var ekki klædd fyrir Grammy-verðlaunin. Mér veist, þú veist, ef ég horfa kjóluna Sabrina, það er svona elegance, þá er ég svona, já, þetta er Grammy-verðlaun outfit. Já, Tiana er bara eiginlega alltaf í svona fötum. Já, sem ég skil að því hún er svona vaksin, þú veist, make all sense. Já, þetta er bara mjög mikið, eins og sé bara sniðið á hana, sko. Já. Hún er náttúrulega alveg rosaleg body, sko. Þú veist, við kynntumst Tiana Taylor, þú veist,
ef þið hefði aldrei séð Tiana Taylor í Kanye-myndbandinu, einmitt. Það ekki til. En pældi samt í hvað hún hæfileikarík. Var hún ekki að vinna Golden Globe og tilnefnd núna fyrir Grammy og dansar, skilurðu? Hvað getur hún ekki? Og hún leikur hana. Ég segi, Golden Globe, hún vann það. Já, einmitt, já. Og núna tilnefnd fyrir Grammy og geggjaði dansari. Já. What is she? Farið og horfið á Fate, F-A-D-E, YouTube, Tiana Taylor, Kanye West-lagið. Oh my god. Þú veist, hvað þessi gæla, sko? Þú veist, það ekki eðlilegt, sko. Þar sá ég Tiana Taylor í fyrst skipti. Já, same. Og ég hef alltaf síðan, sko. Nei, hún bara poppa geðveik upp núna. Bara randomli allt í henni komin yfirborðið, hjá okkur. Þegar hún lá hérna á gólfinu í Kanye-myndbandinu og þú veist, bara mjóbökin svo langt frá því að komast þér gólf og það rassinn hann svo... Já, hún náttúrulega alveg ruggluð, sko. Þetta ruggluð, sko. Hvað það gamalt myndband? Svo gamalt, það alveg 2016 eða eitthvað. 10 ára, hún var 25 ára þannig þá. Pældu í því. Já, kom úr 2016, já. Það rosalegt. Já, það rosalegt. Hún er 35 ára, 90 model. Looking better than ever. Hún hvað, 90? Nei, 90 model. Hún 35 ára. Vá. Já. Var það 36? Hæ? Já, á þessu ári, já. Hún lék í Honey. Mástu þetta Honey með Jessica Alba? Nei. Hæ? What? Honey. Svona dansara mynd. Nei, ég man ekki. What? Ok, nei, þú verður að googla Honey. Har ekki allir sé Honey með Jessica Alba? Ég hef ekki séð hana, ég er búin að googla hana. What? Þú verður að horfa á hana. Ok, ég ætla að horfa á hana. Hvað við mig góður? Það svona svipum tíma að step up, skilur því að varst ekki alltaf að horfa á þessu dansmyndu? Ég horfa step up, jú, en ég hef ekki séð Honey. Honey svona betra útgáðan step up, sko. Ok. Heitast að gæla í heimi. En hún var greinilega að leika í svona remake af henni, Honey. Ok, geðveikt. 2018. En já, þú veist hvað, ég veit ekki hvað hún hefur verið í, en hann var í þessu All is Fair. All is Fair, já. En Tyla, sérstu hvernig Tyla á klæti ekki? Já, hún var svona aðeins meira sörl heldur en vanlega. Já, en ég elska það. Já, það var svo cute, það var sætu kjótt. Já, hún bara svo sætu kjótt, hún var svona giving a golden feather moment. Já, I loved it. Já. Það var ógeðslega flott. Og svo var hún að tilkynna að hún var að koma new album. Já, þetta alveg geðveikt spennandi. Já. Allir voru í svona frekar svartkvítu. Það er ekki smá svona áhugavert. Margir, mjög margir, já. Það er ekki allir, já, mjög margir. En svo var svona gold og eitthvað svona inn á milli. Já, hvernig fannst þér Addison Rae kjólinn? Á Carpet. Við það hrygglegur, sorry. Ég sammálað þér. Það allir eitthvað, þetta best. Mér finnst þetta bara mesta mehið. Já. Ég er ekki að missa með þessu, sko. Veist, hann bara fín. Já, svo hann bara að beigja raskat í myndalina, ég veit ekki hvort að við sem bara orðnar eitthvað gamlar. Kannski bara svona föðak, skilur við. Það eru gamla ömmur hérna. Já. Við startum ekki, hún beigði sig og þú veist, hann alveg bara stuttur aftan, skilur ég bara svona, gæla. Mér fannst það bara ekkit sérstakur. Nei. Ég bara, þú veist, ekki svona með af aðra. Nei, sammála. Ég bara, þú veist, var ekki það hrifin á því, sko. Nei. Mér finnst það bara svona, já. Lítið gagn alltaf, þú veist, og kom í mjög flottum kjól, þessum svörtum fjæðrakjól. Giving matte, sko. Þetta var giving matte, já. Bad Bunny. En hún er bara alltaf eitthvað svona, eitthvað emo. Þú veist, þetta er bara hún, skilur, já. Bad Bunny er náttúrulega alveg sleið bara í jakkanum sínum, sko. Já, og Olivia Dean var mjög flott. Vá, hvað hún var flott. Þú veist, þetta var svona elegant. Já, með svart og hvít. Chanel prinsessan. Já. Þú var hann ekki í Chanel líka? Jú. Já. Nei, bara þú veist, já, það var svona gorgeous. Billie var mjög billileg. Mjög billileg. Mjög billileg. Augun hennar poppa alltaf svo mikið. Hún er svo falleg. Já, hún er svo falleg. Ég alveg bara, þú veist, þegar maður er ofta að horfa svona tónleika, mér lókst tónleika með henni. Maður horfa svona tónleika og þú veist, það bara eru augun hennar. Ég væri okkur dáleit ef ég væri hann inni. Ég held að sé að gera það, sko. Já, ég held það líka. Ég held að sé að dáleit. Maður bara questioning our sexuality, sko. 100? 100? Við þurfum að fara. Já. To question our sexuality. Bara að testa. Við erum aðeins að sjá. Já, þú veist, maður var alveg verið forvitin hvað er í gangi, sko. Og Gunni sagði við mig, hefum bara, af hverju þetta repostu fullt af ykkur 2 mönnum saman? Ég bara, út af því Gunnar. Er þetta reposta? Já, við hýttum dræflar í dæmi. Og ég bara, Bæði, eða vilja heyra okkur tala það, Heated Rivalry. Já, við erum ekki að skippa, við bara... Það er í bókabóðinu. Það sér þáttur í bókabóðinu sem við tölum Heated Rivalry, en þú veist, ekki... Bókina og þættina. Já, ekki láta það. Bókabóðið sitt eigið podcast. Finni það á bara öllum miðlum og YouTube og alls konar. Algjörlega. Það er bara 100% þannig. Eitt hérna.
Hvað ætlar þú að fá þér í kvöld frá Eldur rétt? Í kvöld. Ég nefnilega með svo gott í þessar viku, sko. Ok. Ég nefnilega með sko með ribbasteik og eitthvað næs. Nauta núðlur og það var mjög mikið nauta þegar maður mér, sko. Næs. Þannig ég á erfið því ég ætla eiginlega að leyfa Bensa að velja, sko. Já. En þú? Þú veist, sko. Ég gæti mjög bara svona eitthvað klask, bara einn klask kjúkling að teka masala. Já. Ég er með það í kvöld, sko. Það er mjög gott. Já. Ég fíla það. Ég elskar góða klassískan rétt. Já, satt. En þú veist, muna að panta núna fyrir næstu viku. Þú veist, þið hafið til minnati kvöld. Og eitt sem við Sunniva, við erum báðar, við erum með 2 eins rétti í næstu viku. Ég er náttúrulega að gera það undan, en ég veit ekki hvað þú ert með. Já, en við erum báðar að fá okkur nautalund og bernes. Halló, ekki láta það fram í okkur fara. Coca-Cola, hello. Hello. Og svo erum við báðar með risarækju taco. Það var svo gyrnilegt. Svo gyrnilegt. Fórst þú líka í fljótið pesto bolognese? Nei. Það var svona líkt þér, sko. Nei, ég fór í cashew neti kjúkling. Varst það hljóma eitthvað svona? Fór ég í spagetti og kjötbólur? Já. Það er fyrir Bensa, sko. Já, það er geðið gott. Já, það er ógeðslega gott. Ég fyrst var bara með spagetti í maturinn í gær. Já, þetta er svona bollur. Já, elska það. Það er svona, it's giving Lady on the Tramp. Já, algjörlega. Nei, ég elska að taka svona eitthvað sem ég bý aldrei til sjálf. Já, með líka Maragos kjúklingaskál, ógeðslega gyrnilegt. Ógeðslega gyrnilegt. Og það er líka svona tilbúið til eldunar, þannig að það er quick. Já. En ég veit bara, þú veist, ég þarf alltaf að please my man líka. Ef ég vil allt svona það sem ég finnst, þannig ég þarf alltaf að velja eitt sem ég finnst gott, eitt sammeilegt og svo eitt sem hann velur. Við Gunnar erum með mjög svipað bragðlauka, sko, þannig að hann myndi velja fleiri fiskirétti. Ég myndi velja alltaf fiskir, Bensal bara, frekar kjör. Við höfum oft sagt þetta, við erum bara, þú veist, ættum að svissa. Nei, sko, já, þú veist, já, svo er það. En sko, bara svona eitt svona fyrir ykkur sem er að reyna að borða meiri fisk. Maður svona langar aldrei í fisk, þú veist, allavega fólk sem er að reyna að borða fisk. Maður langar aldrei í fisk, en ef maður panta bara hjá aldrei eitt fisk, eldar hann, þá er hann svo fucking góður, ég alltaf bara, ég Bensal alltaf bara, akkur gerum við þetta ekki alltaf? Ég veit að maður hugsa þetta alltaf, sérstaklega þú færð svo, að því þú veist, þegar ég hugsa fisk, og hugsa bara fisk. Bara svona, ok, ég er komin aftur í grunnskóla, ég er mötuneyðinu að fiskur. Það er bara allt annað með rækjur, ég er bara rækjur, er bara já, með það er bara ekki fiskur fyrir mér. Það er sjáapata. Já. En svo þegar ég hef pantað fisk, svona hjá Eldur rétt, eins og bara síðast, þegar við fengum bakaðan þorsk með sojasmjöri. Já, shit. Ég get ekki beðið eftir að hann kom aftur. Ég tek hann aftur, sko. Ég líka, hann var störlaður. Ég sé smá eftir að ekki tekið kókoskarri í svona, sko. Já, veistu, þegar þú segir kókos, ég elskar kókos og fisk saman. Kókos og karri. Ég hef ekki pröfað kókos og fisk saman. En karri? Nei, ég fíla ekki karri. Fokk, ég elskar karri. Bara fiskiból með karrisósu. Já, ég er ekki þar. Fiskgrænum. Það er eitthvað við karri, sko. Elskar karri. Fílar það ekki svona túrmerík og eitthvað? Sko, jú, ég gerir það nefnilega. Er það þá ekki bara smá svona að það þarf að prófa það aftur? Ég er bara barnaleg. Já, geta það vel verið. Ég held að segja smá barn, sko. Ég er smá barn. Já. Nei, en já, þú veist, grammvélunum bara, þau gengur vel. Og voru flott. Er eitthvað svona að gleyma að fara yfir? Ég held það ekki. Nei, jú, en Heidi Klum, í hverju var? Herðu, Samúla. What the hell? Hvað var þetta? What the fuck? Ég var bara svona, þú veist, farið bara heim, þetta er ekki Halloween, sko. Nei, þetta er ekki takk fyrir. Það er 15.000. Það er 15.000. 15.000? Það er 15.000 sem eru bara in the Grammy Academy og bara að velja sigurvera og blá blá. Hvað varst að gera það, sorry? Já, maður er tónlistarmaður eða eitthvað þannig. Var það ekki Seal? Er hann ennþá með honum? Nei, hún er ekki það með Seal. Nei, betur, hver er áttur að miða núna? Já, jú, er hann ekki með hann að ímágæðanum? Hún er með gauður. Ég maður ekki. En þú veist, hvað er hún að það? Þú veist, ekki það móti hann síðan. Það er bara venjulegu fötum. Þú veist, ekki verið ekki kertavaxi. Hvað var þetta? Það var skiving, þú veist, hvað heitir hann, hennar raðmöðurringin hann, Ed Gein. Já. Nefnum bara barbíúðgáðan. Bara úr plasti. Já. Gjúgliðið áttu þetta, það var hrikalegt, sko. Já, það var ekki fallegt. Þú veist, ég bjóst því að það væri svo að fara að vera eitthvað bling in the back. To my surprise, it was not. Nei, það var bara meira plast. Nothing happening. Hvað var hennar mission? Það gerði líka ekkert fyrir hana. Ég veit ekki. Henni er alltaf drullu saman það.
Já, en ég get svona ímynda mér að hugmyndin bara, ég ætla að vera í nútplasti, þetta átt að verða hot. Já, einmitt bara svona eins og tæla hefur verið í, Já, þegar þú segir þetta á blaði, nútplast, nice. Þú veist, þetta er eiginlega moldað líka eftir henni, skilur. En þetta var bara þetta... Lúkar óþægilegt og ljótt. Þú veist, fór hún svo bara ekki inn að því að þú veist, hvernig gæti hún setið í þessu? Hvar eru þau að skipta föt? Ég veit ekki. Bara hann baðið það? Já, kannski. Það er alveg gaman að vera að baða hana. Já, geðveikt. Iconic. Erum við að gleyma að fara í eitthvað? Hérna, það er náttúrulega 50 ára morgun líka. Já. Og hvað er að 50 Birta Líf? Það er bara, þetta er mjög auðvelt svar. Það er tepu og seðlinn er í boði á tapaspornum. Þannig að þið hefur nú ekkert betra að gera núna. Heldur bara að taka upp tólið núna og þið þurfi ekki svo að hringja. Nei. Þið bara fara inn á dænáta eitthvað og bóka eitthvað borð á tapaspornum. Svo mætið bara, já, er þið tilbúin að panta? Þið segir, já, við ætlum að fá tepuseðlinn. Tepuseðlinn, takk. Þannig að ég ætla bara að borga 4.500 í kvöld nema ég kaupi mér eitthvað auklega að drikki, en ég þarf þess ekkert. Ég er bara að borga 4.500 fyrir 3 gómsæta rétti. Og hvað gerist? Þú ferð södd og sæl heim. Sko, þú ert ekki bara búin að borða ógæst góð mat, hann líka hollur. Einmitt. Þetta er alveg sleið, sko. Þetta er sleið. En líka bara, þú veist, bara farið á morgun, en líka getur planað næsta 50-dag. Já. Valentine's date. Galentine's. Já, og Galentine's, og þú veist, bara fara eins fyrr á stað í það. Perfect for Galentine's. Perfect. Ég er búin að sjá okkur að fara, það er geðið gaman að sjá okkur. Já, rókslega gaman. En við endilega taka okkur í og setja í story og það var gaman að sjá. En líka bara, þú veist, hérna, eins og þú veist, kannski kærastennir ykkar, þú veist, ef þið eigi kærasta, þeir eru kannski ekki að hlusta á tepuð, þannig að þú veist, þið getur bara farið og bara surprise. Já. Þið þurfa ekkert að vita þetta bara 4.500. Einmitt. Ég ætla að tepuðseðl. Það var 2 tepuðseðl. Tryggja rétta og þú bara, Þetta er smá óvissuferð. I got you. Þú veist, þetta er svona, the scale down version of óvissuferð, svona bara, þetta er nóg, skilur, þetta er alveg nóg. Svo getið keypt ykkur eftir rétt ef ykkur vilja, en þið þurfið þess ekki þessu. Ef þið ætla að kaupa ykkur eftir rétt á Tapas, fá ykkur baskan og ostakukuna, sko. Holy fucking tits. Og svo góð. Líka kremikallana en baskan. Það er ekkert betra. Nei, það er það ekki. Það er ekki, sko. Það er líka, sko. Þessu Tapas sem er svo geggja eftir þetta sem er smá snúsa á. Ég veit það. Það er að fá svona bragðaref í svona, kemur svona hjóli, svona parísarhjóli. What the fuck hjónabót? Já. Hæ? Já, ég man sko þetta var kom þegar ég og stelpuna vorum eins og fyrir löngu, þá var þetta nýkomið. Ertu viss? Já, svo vorum við hérna Birgitta daginn og Birgitta spurði bara, má ég fá þetta? Og ég var bara, þetta er ekkert enda til. What the fuck? Þetta var bara til. Veitu, hvernig er þetta bragðar yfir á hjóli? Ég skil ekki. Þetta er svona, þú veist, basically, þú fær alls konar ís og svo færði alls konar nammi til að búa til bragðaref, skilur. Nei! Jú. En gaman! Já. Wow. Ég fekk þetta daginn og ég var bara, vá, ég vissi ekki að þetta væri ennþá, sko. Þetta er geðveikt, sko. Wow, en skemmtilegt. Já, þetta er ísbarinn. Já, ísbarinn. Búið þetta en eigin luxusís, 300 ískúlum, nóg að nammi, rjómi, 200 sósur, neti, dulce de leche, ber og fleira. Þetta er ógeðslega gott. What the hell? Já. Þú veist, í alveg við þurfum eiginlega að fara bara í koktél á eftir þetta, sko. Vistu, svo til, já. Já. Svo til, já. En já, baska ostakakan. Já, og líka bara klassiska súkkulaði. Nei, alveg, you can't miss að fá þér eftir rétt hjá þeim, sko. Tertuna, já. Nei, you can't fucking miss, sko. Nei, þetta er mjög, mjög gott, sko. Já, mjög gott. Þetta er bara, já, mér finnst þetta bara, þú veist, það hefur allt bara verið mjög flott, gengið mjög vel. Heyrðu, við erum eftir að ræða hérna Chapel Roan. Já, átfiti. Já, það var rosalegt. Heldur þetta að hafa prosthetic niplur? Já. Það var ekki litur á þeim. Nei, hvort það var meikað í þær eða hvort að, þú veist, þetta var bara límt á. Ég myndi halda hitt. Já, ég vona það. Svo fucking riski samt. Það myndi þetta af. Já, bara nipla þín kemur. Ég veist ekki að það sé eitthvað að því, en þú veist, það væri bara svo kjánalegt. Með einn hangandi feikl nipla. Þú ert alveg putting your trust into that, sko. Það er alveg smá, svona. Já, það er alveg eitthvað, sko. Já. Ég veit ekki, já, mér fannst þetta ekkert spennandi. Já. Veistu, ég var bara svona, ok, hvað fannst þér um það? Já, þú veist, þetta var bráhugavert, fataval. Já.
En já. En þú veist, hvað er maður bara orðin bara svona, þú veist, er maður orðin svona daufur fyrir svona? Þetta er samt alveg weird. Ég er að tala daufur bara á fyrst það var áhugavert. Ég er bara svona daufur, bara svona döl fyrir þessu, bara svona... Við vitum bara að þetta er ekki ekta, þannig að það er ekki verið að fara að ná að rage-bit á okkur. Jú, eða bara eitthvað svona, konarnas kanni, Bianca er bara búin að, þú veist, við erum bara, þegar sjáum nekt fólk mæta, erum bara, ok. Já, ég meina, það er bara gott að við fættum svolítið svona. Já, bara fínt að vera þannig þá. Já, bara, okkur er ekki bara eins og við fæðumst. Hver var þetta með svörtu grímuna? Nú veit ég ekki. Þetta er eitthvað gaur sem var á Grammyvelunum. Bara black mask at the Grammys. Það maður sjá þetta, svona okkur plast. Nei, var ég maður sjá þetta. Við erum að sjá hverju þetta er. Þetta er hvað, út alltaf TikTok líka, sko. Veit ekki hverju það var? Nei. Mér var það eitthvað svo auðkennilegt andlit. Ég held að eitthvað verið nú örugglega búin að klokka þetta. Kannski er eitthvað búin að klokka þetta. Klokka bara svo Kevin Bacon ungur eða eitthvað. Já, þetta er að gera það. Vann hann velun? Ha? Er hann eitthvað sem við vitum ekki hver er? Ég veit ekki. Er það eitthvað svona Lady Hugo dæmi eða? Já, kannski. Ég veit ekki alveg, ég er búin að sjá hann eitthvað svona, þú veist, smá á TikTok. Já, ég var að segja þetta. Nei. Það er ekki bara mjög mikið á TikTok. Taylor Swift þá hvergi sjáanleg. Hvað var það? Þú skilur hún ekki supporta aðra því hún er ekki tilnefnd, eða? Góð spurning. Not a girl's girl. Spurning. Var ekki eitthvað rúmur daginn að hún og Travis rætt saman og eitthvað? Nei, bara það. Ég heyrði það nú ekki. Ég held að sé bara skipulegja. Sá þarna viðtal við konu, bróður hans Travis. Og þú veist, það basically, þú veist, þeir eru bara skipulegja brúðkaupið sitt, sko. Ok, ég er kannski bara alveg rugla. Nei, kannski var það, þú veist, eitthvað rúmur, þá náttúrulega þarf ekki að vera satt. Þetta er einhver maður sem vann, sko. Þetta er Mystery Men in Black, þetta er French producer Ges Laffenstein. Ok. Hann er svona þekktur fyrir svona eitthvað svona voða rafmikið DJ. Já, og hann ætlaði að koma þarna alveg make an appearance með þessa svörtu grímu og það er öllum drull. Já, ég bara sá þetta ekki eins. En hann vann Grammy fyrir Best Remixed Recording, non-classical. Ok. Fyrir sína útgáfa Abracadabra. Þegiðu. Auðvitað. Við þurfum bara að fara að DJ. Nei, má ég spyrja þér? Ok. Hvar eru þið sem hlustið á Abracadabra og Abacadabra og finnst það skemmtilegt? Ég segir að 4 ára í leikskólanum. Þú veist, eru þið fullorðið fólk að fíla þetta? Við bara genuinely spyr að því að við gjörsamlega hötum þessu lög. To be honest. Ég veit ekki hvar þið eruð. Nei, bara, þú veist, are you okay? Eða eru þið bara í leikskóla? Finnst þið þetta genuinely góð tónlist? Bara spyr. Ég er ekki bara dæma. Ég er bara spyrja. Nei, ég er bara, mér líður þess engin hlusta á þetta. Já. Mér líður þess að vera að neyða okkur í að hlusta á þetta. Að þetta er ekki, já, ég er hætt. Það hefur eitthvað innbútt. Ég er bara sammála. Já. Bara sammála til sem hún sagði. What she said. What I said. Okay. Nei, ég er bara svo forvitin, bara svona, að ég hef aldrei heyrt eitthvað verið bara Pældi myndi setjast inn í bíl, bara hjá okkur vinkunni, bara hjá mér eitthvað. Hún myndi bara setja þetta on the aux cord. Já, ég ætla bara að setja ABT. Nei, sko, ég myndi hopp út af ferð. Hvað það fucking gera? Frá, í alvörunni, þetta myndi reitspil, ég væri svona reið innra með mér, það myndi reitspilna svo mikið að setja þetta á. Að því væri bara svona, af hverju erum við vinkonur? Já. Við erum bara með mismunandi gildi í lífinu, af hverju erum við vinkonur? Við getum ekki verið nána vinkonur, ég er mjög náðin þegar ég sitja í bílniðinum, sko. Og ef þú hlustar á þetta lag, þá get ég ekki verið vinkonur. Nei, það er alveg rétt. Ef þú varst bara ekki að dilla en líka bara, það er alltaf myndi alveg klára það. Þú myndi dilla mér, já. Ég myndi ándjóks. Ég geti þetta ekki. Það verður ríka. Akkur fæ ég bara svona, eitthvað svona innri hroll, ég veit ekki, tengir einhver? Oh my god, svo kannski bara er eitthvað bara ABT biggest fan að hlusta og við erum bara alveg að... Það er 100%. Sorry þá. Sorry, en þú veist, já, þeir líður kannski svona hlustar okkur að veit það ég. Nei, ekki verið til líka ennþá. Nei, þú er lengur farin ef þú elskar ABT. Nei. En hérna, en líka bara, það sem ég var að pæla líka, þú veist, finnst þér þetta, þú veist, fyrir þig sem hlustar og elskar þetta eitthvað, þú veist, er þetta tónlist? Eða, þú veist, hvað þýðir fokkanum Abacadabra? Hvað í fokkanum stendur þetta fyrir? Að því, sko, ég hlusta tónlist fyrir textana, þú veist, ég elska balluður, ég elska texti, ég elska svona dýftina og ég elska þegar lög eru með tilfinningum, bara, oh my god, ég elska bara sem bara eitt af mínum allra uppáhaldsliðum heimur er Sign of the Times og Harry Styles. Það er svo mikið tilfinning og bara fallegt, skilur, ég elska falleg lög og bara svona með
Hvað í anskotanum? En ég elska stemmingslög líka. Já, við elskum stemming og smá techno og eitthvað, skilur. En þetta gives me the fucking ick. Þetta bara ekki það. Nei. Sorry, elska mjög marga og allt það, skilur, og elska alveg sum barnalög. Já, ég veist, Golden fínt og Róa bara frábært með við þetta. Já, þetta 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 gert sem barnalag, eða? Ég veit ekki, ég eitthvað að googla ABT. Þú veist hvað fuck hann þýðir þetta? Ég veit það ekki. ABT, Song by Bruno Mars. Rage baiting people. Why is the ABT song so popular? Já. Það eitthvað að greina þetta. Is the ABT song a drinking game? The tune actually refers to a popular Korean drinking game. Okay. Hvað kemur þetta upp á Google? Þú veist, það kemur ekkert sem að make sense hjá mér þegar ég googla, sko. Nei. Ég engu næra að googla þetta. Það bara, þetta bara einhver drinking game í Kóreu sem heitir ABT. Ok. Ég sé ekki betur en það, sko. Correct me if I'm wrong. Jú, það bara called Apartment. Já, ABT Apartment bara stutt, æskilur. Ég reyndar aldrei séð myndbandið. Ekki heldur. Ég vil halda í þannig. Já, ég líka. I am not ABT is actually my... Okay, and then a quote for Rose. Endum þáttum á þessu. Já. ABT is actually my favorite Korean drinking game that I play with my friends back home. It's so simple, puts on a smile on your face and breaks the ice at any party. One night in the studio, I taught my crew how to play the game. Everyone was fascinated, especially when I started the chant, so we played around with it. And I said we should make a song out of it. And after Bruno joined the track, the rest became history. Þetta sem sagt inspired by a popular South Korean drinking game named Apartment. Mm-hmm. From which the title of the song is bla bla bla. Hvernig virkar þessi leikur? Ég veit ekki. Ok, áhugavert. Það greinlega tjanti á honum. En þessuna, þú veist með frægasta, þetta bara eins og eitthvað myndi búa til Never Have I Ever chant drinking game. Mm-hmm. Þú veist, þú erum alla úlinga Kóreu greinlega sem elskar það. Já, hlýtur að vera. Það ástæðan fyrir vinsældunum. Já, svona Bruno Mars, svona huge, sko. Hvað hann að gera það? Ég mitt, við random. En þú veist, hann nær hinum bara hópnum, skilur, þannig að þau tvö saman, þetta bara eitthvað rosalegt. Já. Það er kannski bara, þetta fyrir ákveðin hóp. Hann elskar að vera í dúos. Þú veist, hann elskar að vera í dúetum. Einmitt. En hefur ekki séð bara svona á tónleikur, hann var bara konur að missa vatnið yfir honum og okkar. Bruno? Já. Þetta kannski ekki alveg okkar. Sumlum Bruno er geðvig. Gömlu lögin sem geggjuð. Just the way you are, hvað heitir það ekki? Jú, og Grenade. Já, wow. Talking to the Moon. Og Jesús minn. Hann þarf að kannski bara bring back the solo. Could be. Já. Could be. We're here for it. Allána, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Og við bara sjáumst sem fyrst. See you next time. Love you. Bye.